Góðan dag. Í dag þriðjudagurinn 14. apríl árið 2026. Settur fundur í bæjarstjórn Akraneskaupstaðar. Þetta fundur bæjarstjórnar númer 1432 og eftirtaldir bæjarfulltrúar sitja þennan fund. Það Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Halli Sveinsson, Einar Brandsson, Lífas Skarstað, Ragnar B. Sæmundsson, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir og sá sem hér stendur, Valgarður Lyngdal Jónsson, heiti ég og gegni hlutverki forseta bæjarstjórnar. Einnig situr fundir Steinar Dagur Adolfsson, bæjarstjóri, sem jafnframt ritar fundargerð fundarins og ég vil nota tækifærið hér til að þakka Haraldi Benediktssyni, fyrrverandi bæjarstjóra, fyrir samstarfið undanfarin 3 ár og hans framúrskarandi góðu störf í þágu Skagamanna. Sem kunnugt þá lét Haraldur af störfum síðastliðinn föstudag og það var ákvörðun sem var tekin í mesta bróðurni af bæjarstjórn og Haraldi, þar sem að Haraldur hefur boðið sig fram til sveitarstjórnar í nágrannasveitarfélaginu okkar, Hvalfjarðarsveit. Ég nota tækifærið einnig til að óska Steinari til hamingju með nýtt hlutverk, en það verður síðan á hendi nýrra bæjarstjórnar að loknu sveitarstjórnarkosningum að ákveða hvernig háttað verði með ráðningu bæjarstjóra á næsta kjörtímabili. En sveitarstjórnarkosningar fara fram þann 16. maí næstkomandi. Á dagskrá bæjarstjórnarfundarins í dag eru 22 dagskráliðir, þar af eru 12 mál til afgreiðslu og 10 fundargerðir til kynningar. Og við göngum til dagskrár. Fyrsti liður á dagskrá hefur málsnúmer 2601 0227, Hvalfjarðarsveit, þjónustusamningur við Akraneskaupstað vegna bókasafns. Hér liggja fyrir drög að þjónustusamningi á milli Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar sem hefur verið til úrvinnslu í stjórnsýslu Akraneskaupstaðar. Bæjarráð hefur samþykkt fyrirliggjandi samningsdrög, samþykkti þau á fundi sínum númer 3621 þann 27. mars síðastliðinn og vísaði þeim til endanlegrar ákvörðunar í bæjarstjórn. Sveitarstjórn Hvalfjarðarsveitar hefur samþykkt samninginn fyrir sitt leyti. Og orðið laust. Bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, faraðu, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Eins og fram hefur komið eru aðilar umrædds samnings Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveit sem hyggjast standa saman að rekstri bókasafns Akranes á grundvelli bókasafnslaga nr. 150/2012. En með þessu alltaf undirrituð sveitarfélög að standa sameiginlega að því að veita aðgang að fjölbreyttu safnaefni og upplýsingum á mismunandi formi. Þjónustusvæði safnsins verði með þessum samningi Akranes og Hvalfjarðarsveit, það er að segja einstaklinga, fyrirtæki, stofnanir, Akranes og í Hvalfjarðarsveit og markmiðurinn með samningnum er að veita íbúum Hvalfjarðarsveitar aðgengi að safnkosti og þjónustu bókasafns Akranes. Í 9. grein umræddra laga, nr. 150/2012, kemur fram að sveitarfélögum heimilt að sameinast rekstur almenningsbókasafns í samræmi við sveitarstjórnarlög.
og standi sveitarfélög saman að rekstri bókasafns skal í samstarfssamningi kveðið á skiptingu kostnaðar, aðild hvers sveitarfélags að stjórn og verkefni stjórnar. En aðilar samnings eru sammála að rekstrarkostnaður bókasafns Akraness samanber fjárhagsáætlun hvers árs hjá Akraneskaupstað skuli skipta á milli samningsaðila í hlutfallinu 90-10. Hvalfjarðarsveit greiðir þannig 10% af heildarrekstrarkostnaði bókasafns auk 5% álags vegna umsýslukostnaðar. Yfirlit yfir fjárhagsáætlun bókasafns Akraness fyrir árið 2026 fylgir þá með samning í viðauka og ásamt útreikning á umsýslukostnaði og kostnaði hlutdeild í viðauka 3. Og við erum að með þessu fara fram á greiðslu skuli inntar á hendi mánaðarlega og endanlegt uppgjör kostnaðarskiptingar farið fram við gerð ársreikninga sveitarfélaganna. Komið til viðbótar kostnaðar vegna aukinna þjónustu við Hvalfjarðarsveit, svo sem vegna aksturs, skal sá kostnaður gerður upp samhliða loka uppgjöri hvers árs. Ég ætla að fagna þessum samningi sem sveitarfélögin hafa sammælst og er komin hingað í dag. Mér finnst jákvætt að við skulum með þessum hætti horfa til sambærilegra verkefni sem við eigum og vinnum saman af. Saman ber tónlistarskólinn, byggðasafnið og auðvitað hjúkrunarheimilið Höfði, þar sem sömu kostnaðarskiptingu nýtur við. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Líf Ósar Skarstað, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, Ari Smákur Hlíða. Ég ætla að koma hér upp og líkt og nafna mín bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir, bara fagna því að þetta samkomulag er komið á. Og ég vona að þetta sé svona eitt af mörgum skrefum sem við sveitarfélögin eigum eftir að taka saman í sameiginlegum verkefnum. Án þess þó að það sé verið eitthvað þrýst á eitthvað sameiningu og bara sýna fram á það að við getum unnið saman, bara vel og vandlega og þetta verður til þess að bæta hag bæði íbúa hér og í Hvalfjarðarsveit. Þannig að til lukku með þetta. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ósar Skarstað. Fleiri sem óskast að taka til máls. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti og getur bæjarfulltrúar, Ari Smákur Hlíða, bæjarstjóri. Mér langar bara að óska ykkur til hamingju með að vera búin að gera þennan samning og Hvalfjarðarsveit einnig. Þetta er held ég bara mikilvægt skref í svona nánari aukinni samvinnu milli þessara sveitarfélaga sem að eiga svo margt sameiginlegt og eiga stefna að fleiri sameiginlegum verkefnum og það er bara mjög mikilvægt að þetta er mikilvægt að varða á þeirri leið að við vinnum betur saman til hagsbóta fyrir íbúa í báðum sveitarfélögum. Og þannig að þetta er bara mjög mikilvægt. Það er mikill hagur held ég fyrir íbúa í Hvalfjarðarsveit að hafa aðgang inn í það góða starf sem er á bókasafninu. Og svo er þarna samkvæmt samningin eins og bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir fór yfir alls konar það er allavega aukin þjónusta upp í Hvalfjarðarsveit sem er líka mikilvægt að einbra og það er verið að opna á skil upp í Heiðaborg og eða í þeirri nýri samfélagsmiðstöð þeir eru að byggja upp í Heiðaborg og nei það er ekki upp í Heiðaborg, það er upp í Leira, það ekki? Nei, samfélagsmiðstöðin Heiðaborg, afsakið. Svona veit maður margt. En allavega, þetta er bara mjög góður, gott að við erum búin að klára þetta. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Fleiri sem óskast að taka til máls? Svo er ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi þjónustusamning Akraneskaupstaðar og Hvalfjarðarsveitar vegna bókasafns að gjöra svo gefa merki.
Hann er samþykktur með 9 atkvæðum. Annar fundarliður hefur málsnúmer 2603-2037, stofnframlög 2026, Brynja leigufélag. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum þann 12. mars síðastliðinn stofnframlag Akraneskaupstaðar vegna umsóknar Brynju leigufélags SES til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar dagsett 5. mars síðastliðinn kaup á 3 íbúðum fyrir öryrkja á Akranesi. Áætlað heildarstofnvirði íbúðanna er 180,2 milljónir króna og nemur þá 12% hlutur Akraneskaupstaðar 21,6 milljón, sem í samræmi við samþykkta fjárhagsáætlun vegna ársins 2026. Bæjarráð vísaði málinu til endanlegrar ákvörðunar hér í bæjarstjórn og það er lagt fram hér og orðið er laust þennan fundalið. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta er bara mjög ánægjulegt að við séum hérna að samþykkja þessi stofnframlög fyrir þessa íbúðir og ef ég er ekki með minnar þetta sé akkurat fjárhæðin sem er í þessum lið í fjárhagsáætlun, kring 20 milljónir stofnframlag. Þannig að við sjáum það að það er farið út núna, allt sem við settum í þetta. Þannig að það er kannski verkefni fyrir okkur að þegar við sjáum hvernig fjárhagsstaða bæjarins er eftir þegar ársreikningur kemur, hvort að við getum eitthvað bætt í þetta og hvort það eru aukin tækifæri til þess að ná inn fleiri íbúðum inn í þetta, í svona verkefni vegna þess að þetta eru traustir aðilar sem við erum að vinna með þessum óhagnadrifnum leigufélögum eins og Brynja, húsið Brynju. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, Aris Már Hlíða. Ég vil líkt og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson koma inn upp og fagna því að við séum búin að kaupa þessar íbúðir en ég vil kannski taka aðeins aðra línu í stofnframlögunum með að við eigum að auka inn. Ég hef lagt áherslu á það inn í bæjarráð og ég hef áður tjáð mig það hér í þessum stól eða hér að við eigum að selja íbúðir á móti. Við eigum eignasafn Akraneskaupstaðar er töluvert og í því er töluvert eldri íbúðir. Íbúðir sem eru komnar á mikla viðhaldsþörf og fyrir liggur mikill kostnaður við endurbætur og margar þeirra líka kannski mæta ekki þeim kröfum sem við gerum í dag. Þannig að ég vil bara leggja áherslu á það að við seljum eitthvað eldri íbúðunum. Það er mjög gott að þetta er góð leið. Brynja þetta eru traustir aðilar. Þeir hafa sýnt það í samstarfi hér og sýnt það sem við höfum verið að vinna með og bara allt land. Og ég held svolítið þessi óhagnadrifnu leigufélög, þetta kom svolítið holskefla. Brynja hefur náttúrulega verið lengi, svo kom Bjarg og svo komu alls konar aðilar og þau miður margir kúrikar. Og ég held að reynslan af bara til dæmis Skógalundi hafi kennt okkur það að við eigum að, ef við ætlum að vera í þessari vegferð, þá eigum við að vera í samvinnu og samstarfi við þessa aðila, en ekki bara einhver félög sem eru stofnuð utan eitt verkefni. En ég vildi bara koma inn upp, fagna þessu og leggja áherslu á það að við seljum íbúðir á móti. Við sjáum það fáum við 3 íbúðir, stofnframlag okkar er 21,6 og við gætum raun og veru selt eina íbúð, fjármagna þetta og aðrar 3 í viðbót. Takk fyrir.
Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem vilja taka til máls? Bæjarstjóri, Steinar Adolfsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég vil nú bara byrja á því að lýsa yfir þakklæti fyrir það traust sem mér er sýnt með því að taka við þessari stöðu sem nú alls ekki sjálfgefið í sveitarfélagi og þeirri tegund sem við erum að reka hér. Ég vil líka jafnframt nota tækifæri til að þakka Haraldi kærlega fyrir hans góðu störf og samstarfi þann tíma sem hann var hér. Hann er einstakt ljúfmenni og mjög ötull í sinni vinnu í hagsmunagæslu fyrir Akraneskaupstað. Þá vil ég ávarpa þetta mál hérna að því að ég í mínum störfum í gegnum stjórnsýsluna þá er ég í auðvitað miklu samskiptum við þessa aðila sem að við erum í samvinnu við og varðandi Brynju vil ég bara taka það skýrt fram að það eru það sem er sérstakt við þá fyrir utan alla þá góðu hluti sem hafa hér komið fram er að þeir geta hreyft sig mjög hratt og það er mikill kostur og svo eru þetta bara mjög traustir aðilar sem að hafa sýnt það í verki að þeir eru traustinsverðir. Þannig að í þessu felast mörg tækifæri. Ragnar Baldvin Sæmundsson bæjarfulltrúi kom inn á einn möguleikann í því og ég veit að bæjarfulltrúar góðir eru mjög meðvitaðir að þetta er góð leið til þess að bæta húsakostinn og þjónustu okkar íbúa. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarstjóri Steinar Adolfsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég held að við bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson séum alveg á sömu línu, sko. Ég held að það sé akkurat tækifæri í því að endurnýja okkar íbúðir eða allavega losa þær íbúðir sem eru ekki hentugar í sem íbúðarhúsnæði fyrir öryrkja og fólk með áskorunir. En við þurfum alltaf að eiga einhver íbúð sjálf. Það er bara spurningin hvaða íbúðir það eru fyrir ákveðin hóp sem er ekki sem rekst ekki í þessum kerfum og við þurfum að skaffa húsnæði. Þannig að það er einhver balans þar á milli sem við verðum að ná, en til þess að einmitt uppfæra okkar eignasafn þá er þetta losa bæinn undan þeim íbúðum sem kannski eru ekki hentugar í þá starfsemi sem við erum með í núna, þá er þetta mjög góð leið. Það var alveg reynt á sínum tíma að ná samstarfi við þessi félög varðandi Skógarlundin. Sumir voru náttúrulega ekki bara starfandi þegar við vorum komin í fulla starfsemi þegar við vorum að finna út því og önnur vildi ekki vera með. Þannig að en ég er alveg sammála því þetta eru ídeal aðilar til þess að vinna með í svoleiðis verkefnum áfram og líka. Þannig að ég er alveg sammála eða flestu því sem að bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson sagði. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Sko, við höfum alveg verið við erum búin að selja þessu kjörtímabili og það síðasta höfum við selt svolítið af eldri íbúðum og keypt fjárfest í nýjum. Það er hins vegar alveg ákveðin hópur sem við erum að þjónusta og viljum þjónusta sem passar inn í þetta kerfi Brynju leigufélags. Og ég held að við eigum að stuðla því að þeir einstaklingar fái bara betri íbúður hjá Brynju en við erum að veita í dag. Og það sem er kannski stóri ávinningurinn í því að við minnkum okkar eignasafn er bara yfirfærsla á þessu daglegu umsýslu í kringum þessar eignir. Það er töluvert viðhald, það er töluvert ekstrakostnaður á þessu og það er umsýsla töluverð
Og það er bara til tölulegs að vinna ef við náum að minnka safnið okkar og færa þá yfir í eitthvað sambærilegt Brynju eða bara til Brynju. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Þá bið ég þá sem að samþykkja stofnframlag Akraneskaupstaðar vegna umsóknar Brynju leigufélags SES til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar vegna ársins 2026, þar sem áætlað stofnvirði íbúða er 180,2 milljónir króna og 12% hlutur Akraneskaupstaðar 21,6 milljónir króna. Þessi samþykkja það gjör svo ekki ámerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Þriðji fundarliður hefur málsnúmer 2604, 2889, sveitarstjórnarkosningar 2026, lýðræðisleg þáttaka barna. Hér liggur fyrir bréf umboðsmanns barna til bæjarstjórnar vegna komandi sveitarstjórnarkosninga og mikilvægi þátttöku barna í lýðræðislegu samfélagi. Ég ætla nú kannski ekki að lesa bréfið allt í hér í ræðustól, en vil tæpa á tveimur atriðum sem koma fram í þessu bréfi. Annars vegar að umboðsmaður barna hvetur sveitarstjórn til að koma á umræðufundi með fulltrúum framboða og nemendum grunnskóla í sveitarfélaginu fyrir komandi sveitarstjórnarkosningar. Slíkur fundi myndi gefa börnunum tækifæri til þess að kynna sér þau málefni sem framboðin standa fyrir og spyrja spurninga það sem skiptir þau máli. Með því er hægt að efla þátttöku barna í lýðræðislegri umræðu innan sveitarfélagsins. Og í öðru lagi, jafnframt hvetur umboðsmaður barna, sveitarstjórnir og ungmennaráð sveitarfélaga til þess að standa fyrir krakkakosningum í sínu sveitarfélagi í samstarfi við nemendaráð og grunnskóla sveitarfélagsins. Umboðsmaður barna óskar eftir að fá upplýsingar það, hvort og með hvaða hætti sveitarfélagi muni bregðast við þessari hvatningu. Ég gef orðið laust þennan fundarlið og bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir fær orðið, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar, sitjandi bæjarstjóri. Ég vil bara byrja á því, fyrst ég er komin hér upp í pontu, að taka undir það sem að hefur og þakka Haraldi fyrir sín frábæri störf og tek sannarlega undir orð sitjandi bæjarstjóra Steinars að þetta er öndvegismaður og hefur verið virkilega gaman að starfa með honum. Þannig að takk fyrir þín frábæri störf Haraldur og til hamingju með nýja stöðu Steinar. En mér langar bara að þakka kærlega fyrir þetta erindi frá umboðsmanni barna. Þetta er bara, og þessa hvatningu sem felst í því. Við erum jú barnvænt sveitarfélag og höfum hlýtt á raddir barna með tilkomu barnaþings hér og mér finnst þetta erindi bara vera þess eðlis að við vissulega ættum að láta þetta raungerast og það er svo sem bara komið í það ferli, en bara börnin eru bara mjög mikilvæg í lýðræði samfélagi og þau eru nú framtíð okkar. Þannig að þetta er bara góð hvatning og við bara látum þetta raungerast. Ég trúi því. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Orðið er laust þennan fundarlið. Ef fleiri vilja taka til máls. Það er enginn sem gefur merki. Þá
ætla ég að lesa hér tillögu að bókun bæjarstjórnar og og óska svo eftir afgreiðslu bæjarfulltrúa á henni. Tillaga að bókun hljóðar svona: Bæjarstjórn felur bæjarstjóra og sviðsstjóra skóla og frístundasviðs að hlutast til að raungera umræðufund nemenda í grunnskólum Akraneskaupstaðar með fulltrúum þeirra 5 framboða sem bjóða fram til sveitarstjórnarkosninga á Akranesi, en kosningarnar fara sem kunnugt fram þann 16. maí næstkomandi. Þeir sem samþykkja þessa afgreiðslu málsins gjöra svo vel gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Mál númer 4 á fundinum hefur málsnúmer 2604 2898 sveitarstjórnarkosningar 2026. Hér er sem lagt fram það verkefni sveitarstjórnar að ákveða fjölda og staðsetningu kjörstaða í sínu sveitarfélagi og fyrir liggur tillaga frá yfirkjörstjórn að kjörstaður að þessu sinni verði í grundaskóla og að fjöldi kjördeilda verði samtals 4 líkt og verið hefur í kosningum undanfarin ár. Og ég ætla að bjóða bæjarstjóra Steinar Adolfssyni að taka til máls undir þessu fundalið. Gjörðu svo vel. Já, virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Mér langar bara að gera grein fyrir því að þegar ég er tengiliður sveitarfélagsins við yfirkjörstjórn og það var fyrirhugað að kjósa í íþróttahúsinu nýja á Jaðarsbökkum. Var búið að leggja drög að því með samtali við forstöðumann íþróttamannvirkja, en síðan kom upp sá skemmtilegi viðburður sem verður þá 15. maí næstkomandi að Sinfóníuhljómsveit Íslands er að koma, svona eiginleg vígsla á mannvirkinu og þá voru góð ráð dýr vegna þess að undirbúningur þess viðburðar hann stendur eða tónleikarnir eru kvöldi, þannig að þá hefði við í rauninni þurft að vera að útbúa kjörstaðinn nóttina og yfirkjörstjórn fór á stúana og skoðaði mannvirki vítt og breytt sveitarfélagið og meðal annars kíkti við í fjölbrautaskólanum þar sem að forsetakosningarnar voru, ef ég man rétt, og síðan fóru þeir í vettvangsferð upp í grundaskóla og það leist þeim það vel á það flotta húsnæði að þeir settust inn á skrifstofu hjá skólastjóra og ræddu það við skólastjórun og það var að sjálfsögðu eins og alltaf hjá stofnunum Akraneskaupstaðar ekkert vandamál að fá þar inni, þannig að við höfum í rauninni frá þeim tíma stemt að undirbúningi að kjörstaðinu verði þar og höfum þá í rauninni tilkynnt það með formlegum hætti til yfirkjörstjórnar, landskjörstjórnar fyrirgefiði, en formlega er það þannig að það er sveitarstjórn sem tekur ákvörðun þetta sem og varðandi fjölda kjördeilda og það var fyrir nokkrum árum síðan þar sem við bættum við einni kjördeild og að mati yfirkjörstjórnar er það heppilegur fjöldi kjörstjórna og kjördeilda fyrirgefiði og þannig að ég vildi svona færa eitthvað munnlega skýrslu forsendunar á bakvið því sem lagt er til. Takk fyrir. Takk fyrir þessa góðu yfirferð, bæjarstjóri Steinar Adolfsson. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls varðandi þennan fundaleið? Svo er ekki, þá bið ég þá sem samþykkja þessa tillögu að kjörstaður verði í grundaskóla og fjöldi kjördeilda verði 4, gjöra svo vel að gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. 5. fundaliður hefur málsnúmer 2602 1207 reglur innritun í grunnskóla Akraneskaupstaðar. Skóla- og frístundaráð samþykkti breytingar á reglum innritun í grunnskóla Akraneskaupstaðar
á fundi sínu þann 27. mars síðastliðinn og vísaði þeim til afgreiðslu hér í bæjarstjórn Akraness. Og ég gef orðið laust þennan fundalið. Það enginn sem óskar eftir að taka til máls, þá biður þá sem samþykkja fyrirliggjandi tillögu breytingar og reglum innritun í grunnskóla að gjöra svo að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 7. fundaliður, málsnúmer 2512 5184, menningarstefna Akraness, en menningar- og safnanefnd Akranesskaupstaðar samþykkti drög að uppfærðri menningarstefnu kaupstaðarins og vísaði henni til umfjöllunar hjá skóla- og frístundaráði. Skóla- og frístundaráð hefur samþykkt stefnuna fyrir sitt leyti og vísar henni hér til bæjarstjórnar til endanlegrar afgreiðslu. Og það bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir sem fær orðið til að fara yfir þetta mál. Gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar og þeir sem heima sitja og hlusta. Mér langaði nú bara að rétt að koma hérna upp til þess að þakka þeim sem að þessari stefnu koma. Það eru starfsmenn bæjarins og menningar- og safnanefnd. Þegar maður bara flettir í gegnum þessa stefnu þá þetta bara mjög flott og metnaðarfull menningarstefna. En það sem ég vil kannski segja að þetta eru ekki bara einhver orð á blaði heldur finnst mér þessi stefna bara endurspegla það sem og hefur verið í gangi hér í samfélaginu okkar. En bara með þessari stefnu þá erum við bara enn frekar að staðfesta að hér hjá okkur á Akranesi þá bara unnið ótrúlega markvert og mikið og flott starf í menningarmálum. Þannig bara kærar þakkir fyrir þessa stefnu, menningar- og safnanefnd og þeir starfsmenn sem að henni komu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls varðandi þennan fundalið? Það eru engar hendur á lofti. Aðeins að kíkja á tölvuskjáinn hjá mér til að vera með afgreiðslu málsins á hreinu. Ég les hér upp tillögu að afgreiðslu og bókun bæjarstjórnar sem þessi. Bæjarstjórn samþykkir uppfærða menningarstefnu Akranesskaupstaðar sem taki þegar gildi. Gert ráð fyrir að menningarstefnan sé endurskoðuð á 5 ára fresti til að tryggja að stefnan endurspegli þarfir samfélagsins, þróun í menningarmálum og breyttar áherslur í starfsemi Akranesskaupstaðar. Þessi samþykkja þessa afgreiðslu gjör svo að gefa merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Látum okkur nú sjá, þetta var fundaliður númer 6 og við förum þá í 7. fundalið, málsnúmer 2603 2496, fundarboð aðalfundur Orkuveitunar 17. apríl 2026. Aðalfundur Orkuveitunar verður haldinn þann 17. apríl næstkomandi klukkan 13:00 fer fundurinn fram í húsakynnum Orkuveitunar að Bæjarhálsi 1 í Reykjavík. Samkvæmt 5. grein sameignarsamnings Orkuveitunar aðalfundur opinn kjörnum fulltrúum í sveitarstjórnum eigenda sveitarfélagana sem og fjölmiðlum. Tillögu og atkvæðarétt hafa fulltrúar í sveitarstjórnum eigenda, stjórn, forstjóri, endurskoðendur og formaður starfsmannafélags Orkuveitunar. Samkvæmt 6. grein sameignarsamnings skal stjórn skipuð 6 mönnum, 5 kjörnum af borgarstjórn Reykjavíkur og 1 kjörnum af bæjarstjórn Akraness. Borgarstjórn Reykjavíkur kýs formann og varaformann stjórnarinnar úr hópi fulltrúa Reykjavíkurborgar.
Sveitarstjórn Borgarbyggðar skal heimilt að tilnefna einn áheyrnarfulltrúa í stjórn með málfrelsi og tillögurétt. Varamenn, jafnmargir, skulu kjörnir á sama hátt og aðalmenn. Kjörtímabil stjórnarinnar er 1 ár í senn, frá aðalfundi Orkuveitunar á viðkomandi ári til aðalfundar á næsta ári. Sveitarstjórnir skulu samkvæmt framangreindu hafa greint frá kjöri stjórnar fyrir aðalfund, samanber 6. lið dagskrár aðalfundar. Ég hef þó þá trú að þessu sinni, þar sem að sveitarstjórnarkosningar fara fram í maí eins og fram hefur komið á þessu fundi, að þegar að þannig stendur á þá hefur aðalfundi verið frestað, hefur ekki verið slitið, heldur hefur aðalfundi verið frestað fram yfir kosningar, þannig að tóm gefist til að skipa nýja stjórn að loknum sveitarstjórnarkosningum. Þannig að ég held að það muni ekki koma til þess núna fyrir 17. apríl næstkomandi að við þurfum að skipa í stjórn. Orðið er laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá er þetta í raun og veru bara lagt fram hér með fyrir þennan fund og mikilvægt að þess sjái staður í fundargerð bæjarstjórnar að það hafi verið gert. Fundarboðinu komið á framfæri og bæjarfulltrúum gefin kostur á að mæta á aðalfundinn. 8. fundarliður, hann hefur málsnúmer 2601 0968, deiliskipulag Skógarhverfi 3C, Skógalundi 36, 38 og 40. En tillaga að breyttu deiliskipulagi var grenndarkynnt frá 24. febrúar til 27. mars síðastliðinn í skipulagsgátt. 2 umsagnir bárust án efnislegra athugasemda. Breytingin felst í því að lóð númer 36 við Skógalund breytist úr einbýlishúsi í raðhús á einni hæð með 3 íbúðum og þá er lóðum númer 38 og 40 breytt þannig að það skiptast í 3 lóðir, númer 38, 40 og 40A og verður heimilt að byggja 4 íbúðir á hverri lóð. Með breytingunni fjölgar þá íbúðum úr 10 í 15. Nýtingarhlutfall lækkar úr 0,5 í 0,45. Breytingi felur í sig þéttingu byggðar innan íbúðasvæðis án breytinga á megin landnotkun. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum númer 349 þann 30. mars síðastliðinn að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja breytinguna sem óverulega breytingu á deiliskipulagi Skógarhverfis áfanga 3C vegna fyrrgreindra lóða. Samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Skipulags- og umhverfisráð fól jafnframt verkefnastjóra að annast frágang gagna og birtingu breytingarinnar í B-deild stjórnartíðinda að lokinni málsmeðferð í bæjarstjórn verði breytingin samþykkt. Orðið er laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Við þurfum í raun og veru að fara í 2 atkvæðagreiðslur í þessu máli, annars vegar varðandi breytinga á deiliskipulagi Skógarhverfis og hins vegar lóðabreytingarnar og breytingar á nýtingarhlutfalli eins og ég fór yfir hér í inngangi. Þannig að í fyrsta lagi, þeir sem samþykkja umrædda breytingu á deiliskipulagi Skógarhverfis 3C og birtingu þess í B-deild stjórnartíðinda gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og í öðru lagi þá fylgir þá bókun sem hljóðar svo. Breytingin felst í að lóð númer 36 breytist úr einbýlishúsi í raðhús á einni hæð með 3 íbúðum. Lóður númer 38 og 40 breytt
þannig að það skiptast í 3 lóðir eins og farið var yfir áðan. Nýtingarhlutfall lækkar úr 0,5 og í 0,45 og felur breytingin í sig þéttingu byggðar innan íbúðasvæðis. Án breytinga á megin landnotkun og heimilar að byggðar verði 4 íbúðir á hverri lóð en við breytingunni fjölgar íbúðum úr 10 í 15. Þessi samþykkja þessa bókun gjör svo alveg ámerki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Fundarliður númer 9, málsnúmer 2602 1777, umsókn til skipulagsfulltrúa Lækjarflói 13, lögði fram tillaga að óverulegri breytingu á deiliskipulagi Flóahverfis vegna Lækjarflóa 13. Breytingi felst í minnkun lóðar úr 4.291 fermetra í 3.618 fermetra. Ekki er gert ráð fyrir breytingum á byggingarmagni, nýtingarhlutfalli eða landnotkun. Skipulags- og umhverfisráð samþykkti á fundi sínum nr. 349 þann 30. mars að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja óverulega breytingu á deiliskipulagi Flóahverfis vegna Lækjarflóa 13 samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og birtingu í B-deild stjórnartíðinda verði breytingin samþykkt. Orðið er laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Þá biður þá sér samþykkja breytingu á deiliskipulagi Flóahverfis vegna Lækjarflóa 13 og birtingu þess í B-deild stjórnartíðinda að gjöra svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Og bókun sem fylgir til skýringar, breytingin felur í sig minnkun lóðar 673 fermetra úr 4.291 í 3.618 en ekki gert ráð fyrir breytingum á byggingamagni, nýtingarhlutfalli eða landnotkun. Samþykkja þessa bókun, gjör svo gefa merki. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Við erum komin í 10. fundalið, málsnúmer 2602 1295, reglur leigu og íbúðum Akraneskaustaðar, endurskoðun, bæjarráð samþykkti á fundi bæjarráðs númer 3621 þann 27. mars síðastliðinn, endurskoðaðar reglur leigu á íbúðum Akraneskaustaðar og vísar þeim hér til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan fundalið. Það er enginn sem óskar eftir að taka til máls. Þá bið ég þá sem samþykkja að endurskoða reglur leigu og íbúðum Akraneskaustaðar að gjöra svo gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þetta skot gengur í okkur. Við erum komin í 11. fundarlið. Málsnúmer 2601 0228. Semensverksmiðjan áframhaldandi rekstur. Bæjarráð samþykkti á fundi sínum nr. 3621 þann 27. mars síðastliðinn fyrirliggjandi viljayfirlýsingu, leigusamning mannvirki og fylgigögn og vísaði málinu til bæjarstjórnar til endanlegrar ákvörðunar. Orðið er laust þennan fundalið. Það óskar enginn eftir að taka til máls. Jú, bæjarfulltrúi Lífás og Skarðstað, gjör svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem hafa okkur hlýða. Ég vil bara fagna að venju, ég er alltaf mjög glöð. Fagna því að þessi samningur hafa náðst allavega og að þau skref sem hafa verið tekin í átt að því að fjölga störfum á Akranesi með því að BM Vallá sé að flytja hingað upp eftir hluta sinni starfsemi. Þetta er samfélaginu okkar til góða og það ber að þakka fyrir það og já, bara til hamingju með það. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Lífás og Skarðstað.
Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki, þá bara förum við í afgreiðslu málsins. Þá bið ég þá sem að samþykkja fyrirliggjandi viljayfirlýsingar við Björgun Sement EHF og BM Vallá, leigusamning mannvirki við Björgun Sement EHF ásamt fylgigögnum, að gjöra svo vel að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. 12. fundarliður, málsnúmer 2601-0072, skammtímadvöl á Vesturlandi. Sveitarfélögin á Vesturlandi undirbúa stofnun félags skammtímavistun fyrir börn í húsnæði Holts í Borgarbyggð, en húsnæðið í eigu Þroskahjálpar. Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi hafa fyrir hönd sveitarfélagana gert verksamning við Miðháls SLF og markmiðið að taka saman og vinna gögn sem lögð verða fyrir sveitarstjórnir til endanlegrar ákvörðunar. Verksamningurinn nú lagður fram til endanlegrar ákvörðunar í bæjarstjórn, en áður höfðu velferðar- og mannréttindaráð og bæjarráð samþykkt samningin fyrir sitt leyti. Gert ráð fyrir að útgjöldunum verði mætt af fjárheimildum bæjarstjórnar á deild 21.010. Og orðið laust þennan fundalið. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég verð að segja að ég var svona frekar eða virkilega hissa þegar ég sá þennan samning birtast og svo vera samþykktan bæði í velferðar- og mannréttindaráði og svo í bæjarráði. Engin gögn. Önnur en þessi undirritaði samningur milli SSVAF og félags með heitið Miðháls. Samningurinn án allra fyrirvara og verktími hans til 15. apríl, það á morgun, sem þá afur þessa samnings mun verða klár eða tilbúin. Ég svona hugleiti aðeins og sennilega hefði nú verið best fyrir mig að sitja og vera ekkert að skipta mér af þessu, enda bæjarfulltrúi á útleið og ætti þar með að geta sloppið frá allri ábyrgð á þessu máli. En ég bara gat ekki setið hjá og látið þetta renna hér í gegn án þess að minnstakosti að reyna að benda á þá ágalla sem eru á þessu máli. Og þá á ég kannski við, þetta í rauninni tvennslags, þetta annars vegar þessi samningur og svo sjálft máli sem í rauninni er þarna fjallað. Ég hafði á orði þegar að viljayfirlýsingin fræga sem var til umræðu hér í desember og svo janúar hér í bæjarstjórn að svo málsmeðferð sem þá var viðhöfð hefði verið svo daprasta sem ég hef séð á mínum 16 ára ferli hér í bæjarstjórn og ég hreinlega hélt að þetta gæti ekki versnað. Ég taldi mér trú það að eftir þær uppákomur sem urðu hér fyrr í vetur yrði þess valdandi að nú yrði tekið faglega á þessu máli og
farið eftir góðum stjórnsýsluháttum. En það get ég ekki séð að hafi verið. Ég ætla að vona að enginn sé búinn að gleyma því sem ágekk þegar við tókum viljayfirlýsinguna fyrir uppbyggingu á skammtímadvöl fyrir fötluð börn á Vesturlandi, viljayfirlýsing sem við þó fengum að ræða, þó við höfum ekkert það að segja í rauninni hvað stæði í þeirri yfirlýsingu. Þær athugasemdir sem velferðar og mannréttindaráð gerði var ekki hlustað á og hvergi hægt að sjá að þær hafa einu sinni verið ræddar. Það í rauninni komið í veg fyrir að allavega kjörni fulltrúar í velferðar- og mannréttindaráði fengju að ræða þá stöðu sem kom upp í desember. En þá kom í ljós að undirrita átti viljayfirlýsingu þar sem endanleg drög bárust ráðsmönnum í ráðinu sama dag og undirritun átti að fara fram. Það kom í ljós að drögin sem átti að undirrita voru í rauninni þau sömu og voru lögð upphaflega fram og ekkert að sjá þær athugasemdir sem að velferðar- og mannréttindaráð gerði. Bæjarfulltrúar Framsóknar voru sérstaklega óánægðir með að velferðar- og mannréttindaráð samþykkti að skrifa ekki undir yfirlýsinguna og kvörtuðu yfir því að aðeins 2 bæjarfulltrúar væru að ákveða þetta, ekkert samráð við aðra bæjarfulltrúa. Bæjarfulltrúar Framsóknar vildu meina að það hafði verið unnið faglega að undirbúningi viljayfirlýsingarinnar og við værum að missa af því að geta komið okkar fötluðu börnum í skammtímavistun í Holti í Borgarfirði. Gömlum sveitabæ sem skyndilega var besta lausn fyrir skammtímadvöl fyrir fötluð börn. Nú værum við ekki við borðið og við hefðum engin áhrif út af þeirri ákvörðun velferðar- og mannréttindaráðs að skrifa ekki undir þessa viljayfirlýsingu. Þar sem að ráðið óskaði eftir því að fá að ræða þessa stöðu sem var upp komin en var í rauninni neitað það. Sem sagt kjörnum fulltrúum var neitað að fá að ræða þessa yfirlýsingu nánar. Það lá svo mikið á. Það ótrúlega gerist og var mjög sérstakt að fá að upplifa því ég hafði ekki upplifað það áður á mínum ferli hér í bæjarstjórn. Það var að bæjarfulltrúar Framsóknar þeir ná að mynda nýja meirihluta þetta mál og snúa ákvörðun velferðar- og mannréttindaráðs við og senda þar með bæjarstjóran okkar upp í Borgarnes til að skrifa undir viljayfirlýsinguna. Meirihlutafulltrúar ganga sem sagt til liðs við bæjarfulltrúa Framsóknar og mynda þar með nýja meirihluta þetta ákveðna mál og ég tók því að sjálfsögðu þannig að þar með
væri verið að lýsa vantrausti á velferðar- og mannréttindaráð og í kjölfarið að þá sagði ég mig úr því ráði þar sem að ég leit á það að mér væri ekki þar með treystandi til þess að sitja í því ráði. Nú hefði maður þó haldið að þetta mál væri nú í traustum höndum nýs meirihluta og sæti við borðið og ný og fagleg vinnubrögð myndu færa okkur áfram í átt að nútíma úrræði í skammtímavistun fyrir fötluð börn. Mig langar aðeins að rifja upp með leyfi forseta hvað það var meðal annars sem að stóð í þessari viljayfirlýsingu. Þar kemur fram að það eigi að skipa sameiginlegan verkefnahóp sem hefur það hlutverk að útfæra nánar rekstrarform, skipulag þjónustunnar, samninga og kostnaðarskiptingu, faglega innviði og gæðaviðmið, tímasetta aðgerðaáætlun undirbúning framkvæmdar og upphaf starfsemi. Og verkefnahópurinn, samkvæmt viljayfirlýsingunni, átti að skila tillögum sem að þá sveitarstjórnir og stjórn Þroskahjálpar sem að var orðin aðili að þessu máli þarna. Þessu tillögum átti að skila 13. febrúar 2026. Sem sagt, við áttum að fá tækifæri til þess að ræða ákveðnar tillögur sem að þessi aðgerðahópur átti að leggja til. Það væri í rauninni svolítið ósanngjarnt af mér að segja að það næsta sem við hefum séð væri undirritaður samningur sem að væri ætlast til að við samþykktum þegjandi og hljóðlaust. Því að á fundi velferðar og mannréttindaráð 17. febrúar þá dúkkuðu upp 12 fundargerðir stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi. Þar í rauninni getur maður aðeins lesið sig í gegnum söguna hvað er að gerast í þeim hópi frá nóvember 24 til desember 2025. Það hefði verið þegar að við fengum viljayfirlýsinguna og þegar þetta gekk á í desember og jafnvel inn í janúar að við hefðum haft þessar fundargerðir því að sömu leyti er hægt að segja að maður hefði getað áttað sig á því á hvaða leið málið væri. Sem sagt, það var að fara mínu viti verið að fara að taka ákveðið hliðarspor sem að endurspegla svo í því að það er farið að horfa á Holt og þá í samstarfi við Þroskahjálp. Á þessum tíma þegar að þessi samningur kemur þá átti að vera tilbúinn
tilbúnar tillögur verkefnahópsins sem átt að skipa samkvæmt vilja yfirlýsingunni og það átti að vera búið að leggja það fyrir sveitarstjórnir. En það kom ekki neitt. Það kemur ekki neitt fyrr en þá að þessi samningur kemur og hann er undirritaður og hann er milli samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og fyrirtækis sem heitir Miðháls. Þessi samningur er algjörlega án fyrirvara og undirritaður sem slíkur. Verktíminn er liðinn á morgun og við stöndum hér, eða ég og þið sitið, og við eigum að ræða samninginn og taka svo ákvörðun það hvort að við samþykkjum hann eða ekki. Eða hvað? Til hvers erum við að samþykkja samning milli SSV, Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi og Miðháls, okkur er bæjarstjórn Akraness. Okkur hefur aldrei borist eftir því sem best veit eða við sent beiðni það að SSV gerir þennan samning. Og spurningin er líka sem að ég spyr mig og mér finnst að aðrir hefur átt að spyrja sig á fyrri stigum. Hvernig stendur á því að SSV er samningsaðili allt í einu uppbyggingu á skammtímadvöl í Holti? Hefur það verið rætt meðal kjörinna fulltrúa? Að minnsta kosti hef ég ekki tekið þátt í því eða séð nokkur merki þess að það hafi verið tekið fyrir á fundum í ráðum hér á Akranesi að minnsta kosti. Sem sagt, enn og aftur, engin gögn, engin umræða, bara samþykkja. Undir forystu hins nýja meirihluta síðustu mánuði vinnustjórnenda í velferðarþjónustu í 1,5 ár er þetta niðurstaðan. Viljayfirlýsing sem við kjörnir fulltrúa fengum ekki að ræða til lítar, 12 fundargerðir sem segja lítið annað en það eigi að vinna í málinu, minnir að það komi fram þó að það séu ca. 134 börn með fötlun sem gætu þurft á skammtímavistun að halda og svo þessi undirritaði samningur SSV við ráðgjafafélag. Viljayfirlýsingin sem bæjarfulltrúar Framsóknar lögðu mikinn þrýsting á að við undirrituðum. Viljayfirlýsingin sem við máttum varla ræða og alls ekki breyta. Viljayfirlýsing sem varð að undirrita í desember í miklum flýti. Hún er einskis virði. Það er ekki farið eftir henni. Svo engin umræða, svo ég get allavega séð meðal kjörinna fulltrúa á Vesturlandi. Allt tal hins nýja meirihluta að flæði upplýsinga, samtal, sætið við borðið og fagleg vinnubrögð, þetta sér maður hvergi.
Skipan í þennan verkefnahóp sem átt að skipa samkvæmt viljayfirlýsingunni er hvergi sjáanlegur og þar að leiðandi gefur það sig alveg sjálft að það koma engar tillögur og ekkert á lagt fram fyrir sveitarstjórnir. Ekkert til að taka ákvörðun uppbyggingu skammtímadvalar fyrir fötluð börn, engar greiningar, en samkvæmt þessum samningi sem til umræðu hér, þá ættum við að fá drög að stofnskrá stofnun rekstrarfélags rekstur skammtímadvalar í Holti á morgun. Miðað við fyrri vinnubrögð þá geri ég ráð fyrir því að það verði blásið til undirritunar fyrir helgi, kannski næstu viku, og svo verði bara undirrituð stofnskrá, lögð fyrir næsta bæjarstjórnarfund, umræðulaust, því annars verðum við ekki við borðið, fáum ekki að taka þátt í umræðunni og verðum út undan. Það sem ég hef kynnst að þegar ákveðið er að stofna félag og gera stofnskrá, þá er það út frá því hvað stofnaðilar hafa að segja og hvernig stofnaðilar vilja sjá slíkt félag. Ég spyr, hefur það samtal farið fram? Ég sé engin merki það, allavega ekki hjá kjörnum fulltrúum. Svo var það þetta með sem nýi meirihlutinn talaði mjög hátt að við gætum alltaf sagt okkur frá verkefninu hvenær sem væri. Og ég spyr bara, hvernig er það hægt? Þegar að gögn sem við fáum send eru þannig að við verðum bara að undirrita þau án umræðu, því annars bara fáum við ekki að vera með. Það er allt rangt við þessa málsmeðferð og væri hægt að halda lengi áfram að ræða þetta. Ég ætla að benda bæjarfulltrúum á mjög góða grein sem birtist í Skessuhorninu og netmiðli þess. Þetta er grein eftir Rannveigu T. Ernudóttur. Hún kjarnar nákvæmlega það sem það ferli sem hefur verið í gangi í þessu máli er á engan hátt í lagi. Ég ætla að lesa með leyfi forseta úr þessari grein og hún er undir fyrirsögninni hver stjórnar þessu eiginlega. Til hvers eru nefndir og ráð sveitarfélaga? Til hvers er verið að kjósa kjörna fulltrúa? Og til hvers eru haldnir fundir ef niðurstaða liggur fyrir áður en umræða hefst? Hlutverk kjörinna fulltrúa er lykilatriði í þessu ferli. Þeir eru kosnir til að taka afstöðu, ekki aðeins til að staðfesta tillögur. Þeir bera sameiginlega ábyrgð á því að umræða fari fram og að ákvarðanir verði til á fundum.
Þannig verja þeir lýðræðislegt hlutverk nefndanna ef umræðan fer ekki fram eða fundir verða formsatriði, minnkar raunverulegt svigrúm hlutverk og ábyrgð kjörinna fulltrúa. Formenn nefnda gegna jafnframt mikilvægu hlutverki. Þeir boða fundi, stýra umræðu og tryggja að fundarsköp séu virt. Það er hluti af því að kjörnir fulltrúar leiði sjálfir vinnuna. Þegar formenn stýra fundum og umræðan fer fram er líklegra að til verði sameiginleg niðurstaða og ábyrgðin sé skýr. Og síðar í greininni: í dag er hlutverk kjörinna fulltrúa víðara en áður. Nútíma lýðræði snýst ekki eingöngu ákvarðanir á fundum, heldur líka samtal við samfélagið. Stórar ákvarðanir eru í auknum mæli lagðar fyrir íbúa og kalla eftir sjónarmiðum þeirra. Rafrænt samráð, kannanir og opnir vettvangar gera það auðveldara en áður að fá fram breiðari sýn. Það breytir þó ekki grundvallaratriðinu: kjörnir fulltrúar taka ákvörðunina, en gera það upplýst í samráði og innan ramma laga. Þegar þessi hlutverk eru skýr, virkar stjórnsýslan vel. Kjörnir fulltrúar ræða og taka ákvarðanir, formenn stýra fundum, starfsfólk styður við vinnuna og samfélagið kemur að stóru málunum. Þegar mörkin verða óskýr getur hins vegar skapast sú staða að fundir verði frekar staðfesting á fyrirfram ákveðinni niðurstöðu en vettvangur umræðu. Þá minnkar gegnsæi og traust veikist. Og ég spyr, hvar hafa þessi mál í rauninni á þessum tíma í 1,5 ár verið ræddir meðal kjörinna fulltrúa? Hvar og hvenær höfum við náð því að tala við hagsmunaaðila, til dæmis notendaráð? En það segir sig alveg sjálft að ef þetta er ekki rætt í ráðum, þá er alveg borin von að þetta verði rætt í til dæmis notendaráði. Ég hvet ykkur bæjarfulltrúar til að íhuga vel hvort við séum á réttri leið með þetta mál. En þetta er svona rétt forsaga. Nú er það í rauninni sjálfur samningurinn. Hitt var svona meira málefnið. Ég spyr mig, af hverju er verið að leggja hann fram hér? Er það fjárhagslegs eðlis eða er verið að fá okkur til að blessa þessa málsmeðferð eftir á og eða þau atriði sem fram koma í samningnum? Það sem engin gögn fylgja, engar skýringar tilurð þess að þessi samningur er til. Af hverju er SSV samningsaðili? Hvernig kom það til? Mér sýnist að hér séum við að samþykkja, ef við samþykkjum þennan samning, að stofna rekstrarfélag rekstur skammtímavistunar í Holti. Engin gögn sem styðja Holt sé það flotta og metnaðarfulla úrræði sem þarf. Það liggur engin gögn frammi. Það hefur engin umræða farið fram
á grundvelli gagna það heldur. Við höfum bara staðið frammi fyrir því að samþykkja að skrifa undir viljayfirlýsingu og svo fáum við þennan samning. Og ég stóð í alvöru í þeirri meiningu þrátt fyrir að ég hafi verið mjög óánægður með niðurstöðan í febrúar að nú yrði eitthvað gert á faglegan hátt, það eitthvað lagt í það og metnað að gera þó hollt að því úrræði sem að gæti orðið okkur til einhver sóma. En miðað við það sem kemur fram í samningnum, þá byrja rekstur í haust sem segir mér að engar umfangsmiklar breytingar eru mögulegar á húsnæðinu á þessum tíma. Og það segir mér þá að það á bara að starta starfseminni eins og hún var þegar við aflögðum hana fyrir 15 árum sirka. Það væri voðalega gott fyrir okkur öll ef að væri hægt að fá óháð fagfólk á þessu sviði til að taka saman minnisblað fyrir okkur sem fullvissar okkur að hollt sé málið og muni að minnstakosti uppfylla þær lágmarkskröfur sem að eru gerðar eða þurfa að vera þegar skammtímar dvalarúrræði fyrir fötluð börn að ræða. Þetta ferli hollt, að nota hollt sem skammtíma vistun fyrir fötluð börn minnir mig svolítið á söguna það þegar að endurbyggja átti fjölliðuna eftir brunan. Þar var það eina sem hægt var að gera samkvæmt því sem var ákveðið á þeim tíma var að gera upp brunarústirnar og nota gamla teikningu sem var til að viðbyggingu og sérstaklega því að hún var til og við fengjum hana ódýrt. Sem betur fer, þá tókst okkur í bæjarstjórn á þeim tíma í sameiningu og samtali að leggja á ráðin nýtt upphaf, nýtískuúrræði í takt við nýjan tíma. Við höfðum tækifæri til að starta frábæru verkefni. Það var í rauninni meðal annars þess vegna sem ég var til í þessa vegferð með öðrum sveitarfélögum á Vesturlandi. Að ég sá að við höfðum tækifæri þá til að byggja upp skammtíma dvalarúrræði, eitt eða fleiri, sem hentuðu fötluðum börnum, nútímaúrræði sem myndi henta öllum börnum, fötluðum börnum, öllum okkar skjólstæðingum. En einhvern veginn sitjum við uppi með ekkert eftir 1,5 ár annað en gamlan sveitabæ í Borgarfirði sem var úrelt úrræði fyrir sirka 15 árum síðan. Og við ætlum að fara að bjóða fötluðum börnum og þó aðeins sumum að fara í ferðalag til fortíðar. Ég ætla ekki að ásaka neina starfsmenn okkar hvernig staðan er.
þeir bera ekki ábyrgð. Það eru við kjörni fulltrúar sem berum ábyrgð á þessu og það eru við sem höfum látið þetta gerast. Minni aftur á greinina sem ég las hér áðan og hvet ykkur fulltrúar til þess að lesa þessa hollu lesningu. Ég mun greiða atkvæði gegn þessum samningi. Mig grunar að ég eigi eftir að hafa fleiri orð um þetta mál, hvort sem á þessum vettvangi. En eins og liggur ljóst fyrir þá minn tími hér að styttast, en þá mun ég gera það á þeim vettvangum sem mér býðst. Ég hef alla tíð og hafði í upphafi og hef enn mikinn metnað að það sé vel gert í þessum málaflokki og mun sérstaklega fylgjast vel með því hvernig þessu fram vindur. Ég hefði viljað sjá að allir þeir sem að þessu máli hafa komið, starfsmenn og svo kjörnir fulltrúar og hagsmunaaðilar setjist niður og hlusti hver á annan og þeir sem eru svona sannfærðir að hollt sé málið komi með raunverulega röksemdir fyrir því. Ekki bara hollt til, þroskahjálp eigandinn og við viljum endilega nýta það þess vegna. Því það eru 15 ár síðan það var tekin ákvörðun það að þetta væri ekki nothæft sem skammtíma vistunar úrræði. En ég myndi ráðleggja að kjörnir fulltrúar, það væru við sem færum í ferðalagi til fortíðar. Við færum til nóvembers 2024 og látum nú þegar og einbeita sér að því að gera þarfagreiningu málefnið. Það var óskað eftir því í byrjun, við óskuðum eftir því í ráðinu hér að vísu munnlega, en það ráð eða nefnd sem að sá og tók ákvörðun fyrir þá í Hvalfjarðarsveit, hún hafði þó vit á því að bóka að þáttaka þeirra væri háð því að það yrði framkvæmt þarfagreining af óháðum aðila. Byrjum á byrjunni, gerum greininguna og vinnum svo út frá því. Ekki að byrja á því að stofna eitthvað rekstrarfélag eitthvað sem við vitum ekkert hvernig Förum í verkefnið á faglegum nótum þar sem við horfum eingöngu á þarfir fatlaðra barna og höfum það að leiðarljósi. Hvernig úrræði þarf miðað við þær kröfur sem nútíminn gerir. Þannig að þegar við stöndum uppi og vígjum úrræði, að það sé eitthvað sem geti staðist tímann og það sé fyrir alla en ekki bara suma. Hættum að vinna verkefnið með það að leiðarljósi að við komum sumum fötluðum börnum í skammtímavist í Holti í Borgarfirði
svipuðu úrræði og við aflögðum fyrir sirka 15 árum. Ég gæti talað lengi enn þetta mál, en ég ætla að láta hér staðanumið í bili. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Orðið er laust við þennan fundarlið. Bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, varasamokkur Hlíða. Ég að segja að ég er bara mjög sammála mörg af því sem kemur fram í ræðu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar. Bæði varðandi aðdraganda málsins og varðandi þá vegferð sem er með uppbygginguna í Holti. Bara skýra aðeins þá málsmeðferð sem hefur verið á þessu frá mínu sjónarhorni í velferðar- og mannréttindaráði, að eftir það var ákveðið af bæjarstjórn 27. janúar að skrifa undir þessa viljayfirlýsingu, þá er það náttúrulega hlutverk okkar að framfylgja þeim vilja. Þessi samningur sem er núna til umræðu er náttúrulega hluti af þeirri vegferð. Það er minn skilningur að SSVAP er að gera samningin og við erum að samþykkja fjárútlátin. Allavega er samningurinn ekki undirritaður af bæjarstjórn heldur af SSVAP og verksala. Þannig að ég sé ekki við séum að samþykkja aðild að neinu félagi, þó við séum að skrifa undir þennan verksamning undirbúning þessa félags. Vinnan sem þessi samningur felur í sig er náttúrulega hluti af því sem við báðum í velferðar- og mannréttindaráði 2024 og það hefur nú ekki verið á þeim tíma að biðja stofnun félagsins eða svoleiðis og við hefðum náttúrulega viljað fá þessa úttekt og áður en að það stendur skýrum stöfum að það eigi að fara í Holt. Miðað við úttekt skipulags- og umhverfissviðs Akraness sem hefur farið upp í Holt og tekið, allavega starfsmaður þaðan hefur farið og tekið húsnæðið út, þá finnst mér mjög ólíklegt að starfsemi geti hafist í haust, hvort sem er. Varðandi það sem á eftir að gera, ef það verður, þegar við sjáum afurðina úr vinnu þessar ágjafa, ef allt gengur upp, þá eru þau skref sem á eftir að taka bara innan kerfisins hér mörg. Ég myndi halda að sá samningur ætti eftir og svo tillaga aðild að þessu félagi ætti þá eftir að fara í fyrsta lagi fyrir velferðar- og mannréttindaráð, þaðan til kynningar í notendaráð málefnum fatlaðs fólks og það var væntanlega aftur inn í velferðar- og mannréttindaráð ef það koma athugasemdir, þá til bæjarráðs og svo lokum til bæjarstjórnar. Þetta eru bara margir fundir sem á eftir að taka og umræða á mörgum stöðum, þannig að þetta er langt ferli og að mörgu leyti hefðum við þurft að taka þessa umræðu fyrr og fleiri. Skammtíma dvöl
sem slík mjög mikilvæg fyrir fötluð börn og fjölskyldur þeirra og það 100% hlutur sem við eigum að stefna á sem bæjarfélag og það hefur verið mín skoðun, hún hefur komið fram á fundum hér áður að við eigum að stefna því að gera þetta hér á Akranesi. Bæði til þess að geta boðið upp á öflugri þjónustu alla vikuna fyrir okkar skjólstæðinga og geta þá boðið upp á þá þjónustu fyrir, kannski sérhæfðari þjónustu fyrir einstaklinga í meiri þörf heldur en Holt getur boðið upp á, myndi ég halda. Þannig að við munum örugglega geta notað Holt fyrir hluta okkar skjólstæðingum, aldrei alla og við eigum alltaf sem bæjarfélag að stefna á að geta þjónustað alla sem við erum með undir okkar væng. Takk fyrir. Takk fyrir, fulltrúi Kristinn Hörður Sveinsson. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Fulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem áhlýða. Ég veit ekki alveg hvar á að byrja. Í þessari tæplega 40 mínútna ræðu kom ekkert svo margt nýtt fram sem hefur ekki áður komið hér fram í löngum ræðum áður. Mér datt eiginlega satt best þessu hug bara upplýsingaóreiða. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson sagði það á ekki að gera neitt, það á að fara inn í haust eins og húsið var, gamalt sveitabæ í Borgarfirði sem var aflaður fyrir 15 árum. Það kemur alveg skýrt í samningum hvað á að gera. Og mér leyfi forseta að langa mér aðeins að þarna stíga niður það. Í verkefninu felst vinna eftirfarandi gagna. Þarfagreining fyrir húsnæði Holts til grundvallar hönnunar og breytinga. Þarna komið bara skýrt inn á að það þarf að skoða hvaða breytingar á að gera út frá hönnun. Hverju þarf að breyta og það þarf að lista það upp. Það þarf að þarfagreina þær breytingar sem ráðast þarf í. Ef við held áfram í samningnum, drög að stofnskrá og öðrum skjölum sem nauðsynlegt til stofnunar félagsins. Það ekki búið að stofna eitt félag, en það að vinna drög að stofnskrá og við vitum það alveg að auðvitað fá öll sveitafélögin sem eru þá stofnaðilar það til umfjöllunar. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson alveg full meðvitaður hvað felst í viljayfirlýsingu. Þegar hann spyr þegar hann spyr hvort að við getum gengið út. Hann veit alveg að viljayfirlýsingin hefur gildistíma. Hann veit full vel að við getum farið út. Hann veit vel að viljayfirlýsing, það eru bara að lýsa yfir vilja til að fara í þetta samtal. Við erum ekki að lýsa yfir vilja eða staðfesta að við förum inn í félagið. Það liggur ekki fyrir stofnskrá. Og ef við held áfram í samningnum, drög að leigusamningi milli Þroskahjálpar og félagsins, við vitum ekki ennþá leiguverði eða hvernig þessu verður háttað. Úr samning, drög að rekstraáætlun fyrir félagið. Rekstraáætlun eða rekstraform liggur ekki fyrir. Við erum ekki búin að taka það fyrir, hvorki hér í Fagraðum né annars staðar. Drög að umsókn um starfsleyfi. Húsnæðið eða starfsemi hann að færa auðvitað ekki, eða sjálfsögðu ekki starfsleyfi nema þau uppfylli bara öll skilyrði. Drög að verkefnaáætlun sem miðar að því að þjónusta verði í boði frá hausti 26. Líkt og bæjarfulltrúi Kristinn Hörður Sveinsson kom inn á áðan, að þá ólíklegt að það takist. Það eru margar vörður á leiðinni. Og síðasti punkturinn, minnisblað til sveitarstjórnar samdregið verkefnið. Það sem búið að draga saman hvað verkefnið snýst, hvað við erum að fara að gera og það fáið til umræðu. Við erum ekki að ganga inn í, við erum ekki bundin að neinu. Við erum ekki búin að samþykkja neitt.
Við erum ekki að fara að senda skjólstæðing okkar inn á gamlan sveitabæ í Borgarfirði sem var aflagður fyrir 15 árum. Jú, þetta er gamalt sveitabær, en það kemur skýrt hérna fram að það á að fara í þarfagreiningu fyrir húsnæði í Holti til grundvallar, hönnunar og breytinga. Og það er alveg rétt sem bæjarfulltrúinn Kristinn Halli Sveinsson kom inn á áðan. Holt hentar ekki öllum. Og ég er alveg sammála því að við eigum að byggja upp starfsemi hér. Og bæjarstjórn samþykkti hér daginn að sú vinna skyldi hefjast. En við skildum fara í það að vinna að uppbyggingu hér á Akranesi. Og ég hef áður komið inn á það hér að ég held að ein skammtíma dvöl á Vesturlandi, sama hvort hún yrði staðsett á Akranesi eða í Holti, hún annar ekki þörfum alls svæðisins. Ég held að skammtímavistun sem verður hér, hún þjónustar ákveðin hóp og hér getum við, eins og bæjarfulltrúinn kom inn á áðan, þjónusta alla. Skammtímavistun í Holti getur líka tekið vel utan og þjónusta ákveðin hóp, en hún getur að sjálfsögðu ekki þjónusta alla, vegna þess að starfsemin er bara þannig staðsett. Og ég held að, og vonandi verður hann í framtíðinni, að okkur takist bara að byggja upp svolítið net á Vesturlandi, þar sem við erum með skammtímavistun, þar sem við erum með skammtímavistun, og börn geti jafnvel svolítið farið á milli, eftir því líka bara hvenær ársins þú ferð í dvölina, að þú fáið tækifæri til þess að fara kannski upp í Holt eða út á Snæfellsnes eða eitthvað annað á ákveðnum tímum, yfir sumartíman eða annað. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson spurði af hverju þessi samningur á dagskrá bæjarstjórnar. Er ekki venja allir svona samningar, verksamningar, líkt og þessi, þar sem bæjarráð er að samþykkja að leggja til 160.000 krónur, að þeir komi hér inn? Ég sé bara ekkert óeðlilegt við það. Og mér finnst eiginlega meira óeðlilegt að það sé verið að búa til efa hvert einasta skref. Bæjarfulltrúinn spurði áðan, hvar hafa þessi mál verið rædd? Og hann vitnaði í, og bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur líka vitnaði í einmitt fundinn frá 17. desember 24 og með leyfi forseta langar mér að lesa upp bókunina. Velferðar- og mannréttindaráð er tilbúið til áframhaldandi samtals uppbyggingu á sameiginlegri skammtímadvöl fyrir allt Vesturland. Sviðsstjóra er falið að vinna máli áfram með hópi stjórnenda í velferðarþjónustu á Vesturlandi. Ráðið leggur til að fengin verði utanaðkomandi aðili til að greina þörf, áætla kostnað og skoða rekstrarform vegna skammtímadvalar á Vesturlandi. Erum við ekki akkúrat að ræða það hér í dag? Þessi samningur er akkúrat að ná utan það sem velferðar- og mannréttindaráð bókaði 17. desember 2024. Og bæjarfulltrúinn sagði líka, spurði eins og ég sagði á hann, hvar hafa þessi mál verið rædd? Og það er ekki gefist ráðrúm til þess að ræða þetta við notendaráð. Ég get ekki svara fyrir það af hverju velferðar- og mannréttindaráð hefur ekki rætt þetta við notendaráð. Bókunin, það sem skýr vilji ráðsins kemur fram, er frá 17. desember 2024. Við erum komin í apríl 2026. Bæjarfulltrúinn var tíðrætt það að verktíminn rinni út á morgun. Það er rétt hjá honum. En gildistími samningsins er til 30. maí. Og það er alveg, þetta er ekki fyrsti samningur þar sem við höfum kannski sett fram, þar sem við höfum sett fram einhver markmið skil sem ég held að standist ekki. En aftur, gildistímin er til 30. maí. Bæjarfulltrúanum var tíðrætt að koma inn á það að velferðar- og mannréttindaráð hafi gert athugasemdir en það hafi ekki verið hlustað á þær. Að þessu samkomulagi standa 9 sveitarfélög. Þó að hin sveitarfélögin hafi ekki viljað fara í þá vegferð sem velferðar- og mannréttindaráð vildi, það þýðir samt ekki það að ekkert hafi verið okkur hlustað. Við erum í samstarfi þarna, hin sveitarfélögin 9, meirihluti þá í þessu samkomulagi, kaus að fara í þessa vegferð og við fylgjum.
Bæjarfulltrúinn talaði líka nefndi nokkrum sinnum nýja meirihlutann. Ég alveg tilbúin til þess að mynda hérna nýja meirihluta í dag ef það óskans. Við getum alveg farið í það og skipað í ráð og nefndir. En þó að í einu máli hafi einn bæjarfulltrúi meirihlutans kosið með minnihlutanum, þá það ekkert vantraust á velferð- og mannréttindaráð. Og þó að við höfum ekki verið sammála þeim 2 fulltrúum í velferð- og mannréttindaráði sem ekki vildu skrifa undir yfirlýsinguna, það eru 3 fulltrúar í ráðinu, það var 1 fulltrúi Framsóknar og Frjálsra sem vildi skrifa undir yfirlýsinguna, það voru 2 sem vildu það ekki. Þó að minnihlutinn og þá 1 fulltrúi meirihlutans hafi ekki verið sammála þessu, þá það ekki vantraust á ráðið, síður en svo. Við erum bara ekki sammála þessu máli og við getum ekki túlkað þannig að ef við samþykkjum ekki allt eða erum sammála öllu sem við borið á borðið, þá sé það endalausar vantraustsyfirlýsingar. Það bara, í mínum huga, bara svolítið skrítin túlkun. En fyrst og fremst snýst þetta það að við erum í dag að ræða samning. Bæjarfulltrúinn spurði líka af hverju SSVF að gera þennan samning. Aftur, það eru 9 sveitarfélög sem koma að þessu. Og ég held að flækjustigið væri ennþá meira eða það væri 9 sveitarfélög að gera samning núna við fagaðila til þess að fara í þessi verkefni sem ég las upp hérna áðan. Bæjarfulltrúinn Einar Brandsson líka full meðvitaður það að verkefnahópurinn skipar öllum stjórnendum velferðarþjónustu á Vesturlandi. Það kemur alveg skýrt fram líka í þeim fundagerðum, þeim 12 fundagerðum sem hann taldi upp hérna áðan, eða kom inn á hérna áðan. Það verkefnahópurinn. Það verkefnahópurinn sem er búin að vinna að þessu, en við erum ekki bundin hann. Við eigum eftir. Við erum í ákveðinni vinnu núna með ráðgjafa og við eigum eftir að klára þá vinnu. Eitt af verkefnum SSVF sem samþykkt eru í fjárhagsáætlun, áhersluverkefnum, eru samþykkt í fjárhagsáætlun Samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi, farsælt barna á Vesturlandi. Og það skýrir að hluta aðkomu SSVF að þessu. Starfsmaður SSVF hefur verið hópnum, þessum starfshóp, eða verkefnahóp innan handar. Hann hefur séð að boða fundi og rita fundagerðir. Og verkefnahópurinn leitaði til SSVF. Verkefnahópurinn og SSVF funduðu í sambandinu og niðurstaðan var að leita svo til óháðs ráðgjafa. Ráðgjafa sem hefur unnið með sveitarfélögum á Vesturlandi, hefur meðal annars unnið verkefni hérna fyrir Akraneskaupstað og mörg önnur sveitarfélög á Vesturlandi ásamt hann hefur unnið fyrir Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi. Það megin ástæða þess að SSVF steig inn í þetta. Samningsaðilinn, það ekki 9 sveitarfélög sem að semja við aðila. Við erum búin að eyða alveg ótrúlegum tíma í þessu umræðu. Ég held satt best að segja að það sé ekkert mál á þessu kjörtímabili sem hafi fengið eins mikla umræðu þetta. Og líkt og rættum síðast, þá kom ég inn á það og kemur fram hér í punktunum sem ég las áðan að við eigum eftir að fá stoppskrá. Við eigum eftir að fá samandregna áætlun. Við eigum eftir að fá þetta allt og þá ræðum við þetta. Og það eitthvað sem segir mér að loka niðurstaða verði jafnvel í höndum næstu bæjarstjórnar. En við eigum eftir að fá þessu gögn. Þá tökum við umræðuna. Þá fer þetta inn í velferðar- og mannréttindaráð og vonandi áfram það. En núna snýst málið það, erum við sammála því að fara á stað í þetta verkefni að bærinn skuldbindi sig til þess að greiða 160.000 krónur í þessu verkefni með þessum 9 sveitarfélögum og Samtökum sveitarfélaga á Vesturlandi og ráðast í þessa úttekt sem ég las hérna upp á hann. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Ég ætla aðeins að fá að tjá mig málið. Það að segja hvernig ég lít á það mál sem liggur fyrir
bæjarstjórn hér í dag. Tek undir það sem kom fram hér í máli síðasta ræðumanns að þetta samningur við ráðgjafafyrirtæki öflun gagna. Og bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson las hérna í sínu máli í hverju sú vinna felst. Það að mínu viti ekkert í þessum samningi sem að bindur hendur bæjarstjórnar á nokkurn hátt eða það ekki í þessu samningi verið að samþykkja stofnun félags eða neitt slíkt. Það sem sagt eins og fram kom í verkefninu felst vinna eftirfarandi gagna og þau síðan talinu upp. Þarfagreining, drög, skjöl og minnisblað til sveitarstjórna samandregið verkefnið. Og ég verð að segja út frá mínu sjónarhorni, ég ætla ekki að afþakka gögn. Það það sem við þurfum í þessu máli til þess að þetta geta tekið umræðina áfram og tekið síðan ákvarðanir. Þannig lít ég á það mál sem liggur hér fyrir og eins og fram hefur komið að þá snýst þetta að Akraneskaupstað taki þátt í kostnaðinum við þetta verkefni og ég ætla bara að lýsa yfir ánægju minni með það að þessum kostnaði bara deilt jafnt niður á sveitarfélögin sem að taka þátt og hlutur Akraneskaupstaðar áætlaður 160.000 krónur. Það ekki þannig að við borgum meira út á það að vera stærst, kostnaðinu bara skipt jafnt og okkar hlutur 160.000 krónur. Þannig að umfang málsins sem liggur fyrir þessu fundi í dag að mínu viti ekki meira en þetta. En þar með hef ég komið því á framfæri og gef orði laust að nýju. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, gjörðu svo vel. Já, forseti ágætu bæjarfulltrúar, ég ætla nú ekki að fara aftur yfir ræðuna, ég held að ég hafi komið henni alveg vel til skila og minni skoðun. Ég bara ætla að leiðrétta einn misskilning sem alltaf kemur fram í umræðunni. Velferðar- og mannréttindaráð hefur aldrei samþykkt að fara í viðræður uppbyggingu á skammtímadvöl í Holti. Velferðar- og mannréttindaráð hefur alltaf samþykkt að taka þátt í uppbyggingu á skammtímadvöl fyrir fatlaða einstaklinga á Vesturlandi. Þegar að það lá fyrir og loksins þegar það var upplýst að verið var að horfa á Holt, þá óskaði velferðar- og mannréttindaráð eftir því að fá að ræða það, en það var ekki hægt því það lá svo á að undirrita þessa blessuðu viljayfirlýsingu að við kjörnir fulltrúar fengum ekki tækifæri til þess að ræða það og þar að leiðandi, eins og ég sagði í ræðu minni, gafst okkur ekkert tækifæri til þess að ræða máli meðal annars við þá notendaráðið. Þetta alveg ljóst. Skilaboðin voru alveg skýr og meira segja voru skilaboðin frá ráðinu í upphafi að það ætti að setja í rauninni í forgang að fyrsta úrræðið myndi rísa á Akranesi, en við hurfum frá því að setja það inn í viljayfirlýsinguna og vildum að það yrði gerð greining á því hvaða staðsetning hentaði best, en það var ekki
meining annarra og bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson vísar í það að það hafi verið fleiri sveitarfélög sem að hafi líka tekið þátt í þessu og hann lætur eins og þær athugasemdir sem við gerðum við viljayfirlýsinguna hafi verið ræddar. Þær voru bara ekki ræddar hvergi, það kemur hvergi fram. Í neinni fundargerð að okkar athugasemdir hafi verið ræddar og þeim hafnað. Heldur bara sama viljayfirlýsingin, sama plaggið sem við áttum að undirrita. Og það mjög sérstakt og ekki oft sem að, og ég man varla eftir því að þegar við skipum verkefnahóp, ég tala ekki ef einhverjir aðilar leggja til að það sé skipaður verkefnahópur, að þeir sömu aðilar skipi sig sjálfa í verkefnahópinn. Öllu eðlilegu hefði átt að taka fyrir í velferðar- og mannréttindaráði eftir þá tillögu frá stjórnendum hópinn, en það ekki að sjá í fundargerðum annarra sveitarfélaga. Ég vissi ekki lúslesi allt en hef fylgst aðeins með og það hvergi í rauninni efnisleg umræða viljayfirlýsinguna, hvað þá þennan samning. Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, hann kvartar yfir því að við höfum eitt ótrúlegan tíma að ræða málið. Ég held að mestur tími hjá mér í umræðunum þetta hafi fjallað það að ég hafi ekki fengið tækifæri til þess að ræða akkúrat málið. Þetta hefur hvergi þannig lagað efnislega verið rætt í ráðinu. Samningurinn eða viljayfirlýsingin var lögð fyrir. Við gerðum athugasemdir við það. Við höfum aldrei fengið fundargerðir fyrir þann tíma frá hópnum. Engin gögn, ekki neitt, ekkert að ræða. Það það sem að ég hef eytt mestum tíma í að kvarta yfir því að við erum ekki að ræða þetta mál. En ég ætla ekki að fara neitt í þras yfir þessu. Ég hef ákveðna skoðanir á þessu. Ég vil meina að þetta sé virkilega illa unnið mál og ekki til eftirbreytni og ótrúlegt að bæjarfulltrúar Framsóknar verji svona vinnubrögð. Það eitt sem ég ætla svo að lokum að gera svona smá athugasemd við, það þetta efnislega að samkvæmt því sem ég les úr dagskránni og samkvæmt samþykktum velferðar- og mannréttindaráðs og svo bæjarráðs, þá var samningurinn samþykktur. Þar voru ekkert verið að samþykkja nein fjárútlát ef ég man rétt eftir bókunum. Það fyrst þegar inngangurinn af málinu kemur hér fyrir bæjarstjórn að það að því að þessu fylgi einhver kostnaður fyrir okkur. Þannig að ég bið forseta að íhuga vel hvort hann ætla að bera samninginn upp til afgreiðslu eða hvort að við erum að fara að samþykkja þá viðauka
sem er svolítið sérkennilegt að fara að samþykkja viðauka í bæjarstjórn núna þegar það hefur ekki verið gert í bæjarráði. Ég man ekki eftir að það hafi gerst. Þannig að það er mjög sérstakt að samþykkja samning sem að er samþykktur og er ekki einu sinni, við erum ekki einu sinni aðilar að. En ég get alveg skilið það að ef að það hefur verið gefin hálfgildingslofvörð það að við munum borga sem við gerum oft, en þá fer það yfirleitt rétta leiðir og það eru gerðir þá viðaukar sem að fara í gegnum bæjarráð og svo hingað. Þannig að eins og ég skil málið erum við að fara að samþykkja samninginn og ég vil meina að það sé ekkert sem að við eigum að samþykkja og eigi varla að koma hingað inn nema þá til kynningar. En ég ætla ekki að segja meira hér þetta. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum fundalið? Bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem á hlýða. Kemur upp í annað sinn. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson talaði að ég hefði kvartað undan því að málið hefði fengið ótrúlega mikinn tíma. Það er rétt. Ég er ekki að kvarta, ég ætla að það hreinu, ég er ekki að kvarta undan ef við tökum umræðuna. En ég er eins og verið að benda á að þetta mál, þetta einstaka mál, hefði fengið ótrúlegan tíma. Og í dag þá erum við búin að ræða þetta í rúman klukkutíma, en við erum að tala samning upp á 160.000. Við erum í dag bara að samþykkja að taka þátt í að fjármagna samningin. Við erum ekki að ræða neitt annað. Sama hvaða skoðun við höfum á skammtímadvöl í Holti eða annars staðar, þá erum við í dag bara að samþykkja að fjármagna samningin. Bæjarfulltrúinn kom inn á það og furðaði sig á því að bæjarfulltrúar Framsóknar og Frjálsra var alltaf að verja þessi slæmu vinnubrögð. Ég hef ekki tjáð mig neitt hérna í dag vinnubrögðin eða þau atriði sem kom inn á þar. Við erum hins vegar fylgjandi skammtímadvölinni og höfum talað fyrir henni og munum gera það áfram. Það er bara okkar skoðun. Okkur skoðun bæjarfulltrúans er að þarna eiga ekki að vera skammtímadvöl. Við erum bara sikkurri skoðunni þar og við það verðum að sitja. En eins og ég segi, núna erum við bara að samþykkja taka þátt í fjármögnuninni, ekkert annað. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, afsakið þessa bið. Orðið er laust. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson, örstutt í þriðja sinn, gjörðu svo vel.
Já, forseti ágætu bæjarfulltrúa, ég ætla í rauninni kannski að bera mig sakir. Bæjarfulltrúinn Ragnar B. Sæmundsson sagði hér áðan að ég væri á móti því að það væri skammtímadvöl í Holti. Ég held að ég hef aldrei sagt það. Ég vil aftur á móti að ég verði sannfærður það af fagaðilum að það sé hægt að nota Holt sem úrræði. Og ég hef sagt það held ég hér fyrr í umræðinu að það gæti vel verið að það hafi farið svo að í vinnunni, ef að hún hefði verið unnin eins og ég hefði viljað sjá hana unna, að það hafi verið ein af niðurstöðunum að skoða möguleikana með Holt. En það yrði þá gert á einhverjum gögnum, ekki bara því að það er ódýrt, það er til og það er í eigu Þroskahjálpar sem er í rauninni svolítið skrítið því að faglega séð á Þroskahjálp að tryggja það að fötluðum börnum sé búið góð úrræði og ég svona, maður setur aðeins spurningamerki við það að sami aðilinn sem á að hugsa hag fatlaðra barna, hann er að reyna að koma sínu húsnæði að. En ef að fagleg vinna sýnir fram á það að Holt úrræði sem við getum notað og þá bara ræðum við okkur inn á þá lausn út frá rökum. Ég hef enginn séð sem að segja það að Holt sé það úrræði sem að við eigum að bjóða börnum í dag fötluðum. Ef að það eru gögn sem að sýna það og segja, þá er það allt annað mál. En ég hef aldrei útilokað neitt möguleika í þessu máli. Ég vil bara að það sé unnið faglega. Þarfagreiningin sem við báðum í upphafi verði gerð og án þess að við séum að horfa á einhvern ákveðinn stað eins og kemur fram í samningnum. Þar er eingöngu verið að horfa á Holt. Svo ætla ég að minna á það sem stendur í innganginum af þessum fundalið. Þar kemur fram að velferðar- og mannréttindaráð hefur samþykkt samninginn, bæjarráð hefur samþykkt samninginn og það er ætlast til þess að bæjarstjórn Akraness samþykki samninginn samkvæmt þessum dagskrárlið. Þar er ekkert það að samþykkja í sjálfu sér einhverja ákveðna upphæð og það á ekki að skipta máli hvort við erum að samþykkja einhverja 100.000 kalla eða milljónir eða 2 milljónir, við höfum að gera það rétt. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Einar Brandsson. Ég ætla að taka til greina ábendingu bæjarfulltrúa Einars Brandssonar varðandi það að það er í rauninni ekki okkar verkefni hér í dag að samþykkja eða hafna samningnum sem slíkun. Eins og fram hefur komið þá er þarna að ræða samning sem hefur verið undirritaður og samþykktur af samningsaðilunum sem eru annars vegar Samtök sveitarfélaga á Vesturlandi fyrir hönd sveitarfélagana og hins vegar Miðháls SLF. Ákvörðunin sem við erum að taka hér í dag er
þáttöku í greiðslu þess hluta sem óskað eftir að falli á Akraneskaupstað vegna fyrirliggjandi verksamnings og eins og kom fram í inngangi málsins þegar ég kynnti það inn, þá gert ráð fyrir að útgjöldunum verði mætt af fjárheimildum bæjarstjórnar á deild 21.010. Þannig að það sem sagt gert ráð fyrir því að mæta þessum kostnaði innan gildandi fjárheimilda bæjarstjórnar og þar með þarf ekki að gera sérstakan viðauka það. Þannig að það ákvörðunin sem liggur hér fyrir. Það greiðsla þessara 160.000 króna og þeim útgjöldum verið mætt af gildandi fjárheimildum bæjarstjórnar. Orðið laust að nýju. Örstutt í þriðja sinn, gjör svo vel. Takk fyrir þetta, forseti. Ég vildi bara bregðast við hérna. Það voru tveir hlutir. Bæjarfulltrúi Einar Brandsson kom inn á það að með þessu væri þroskahjálp að koma sínu húsi að. Þegar við ræddum viljayfirlýsingu á sínu tíma þá kom það skýrt fram að það væri skilaboð frá þroskahjálp að það væri aðilar aðrir, einkaaðilar sem vildu koma upp sambærilegu úrræði í Holti en það væri vilji þroskahjálpar að sveitarfélögin hefðu húsnæðið, væri það vilji sveitarfélagana. Þannig að ég held að þarna þroskahjálp hafi engan ávinning þegar geta komið húsin út, húsið hefur verið í notkun. Þetta snýst ekki það að þroskahjálp sé að reyna að pranga upp á okkur einhverju húsi. Bæjarfulltrúinn var líka að tala að hann sagði að fagleg vinna sýni fram á Holts í úrræðið. Verkefnahópurinn sem vinnur að þessu skipar öllum stjórnendum velferðarþjónustu Vesturlandi. Ég treysti þeim stjórnendum allavega. Mér finnst það fagleg vinna. Ég treysti þeim fyrir faglegri vinnu og á því byggi ég svolítið mína niðurstöðu. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, aðrir okkur að líða. Ég gerði það viljandi, forseti, að bíða eftir að þeir félagar væri búnir að fara þrisvar og ég trúi því og treysti að þú hleypir þeim ekki upp aftur. Annars trúi því að bæjarstjóri okkar munu grípa hér inn í og stöðva þá vitleysu sem hér er. En eins og áður komið fram og ég hef margoft sagt við bæjarfulltrúa Einar Brandsson að þó svo við séum ekki sammála í einu máli öllu því kjörtímabili sem nú að líða að þá það ekki og hefur aldrei verið vantraust á ráðið sem slíkt. Það hafa ekki allir bæjarfulltrúar verið sammála öllu málu sem hafa komið frá nefndinni sem ég sitt í og hefur ekki dottið einu sinni það til hugar að álíta sem svo að þá séu einhverjir aðilar sem eru með vantraust á mig þó að allir sé ekki sammála í öllum málum. En það kannski bara því að ég svo vitlaus. En það held ég klárt mál að það má alveg gera athugasemdir við málsmeðferðina og skil það mæta vel. Hún hefði eflaust geta verið töluvert betri og öðruvísi. En eins og hefur komið fram að þá voru við einungis að ræða þennan litla samning, ef svo hægt orðið komast í stóra samhenginu og þá held ég að við klárum það áfram. En ítreka enn og aftur til forseta að þeir eru búnir að fara upp þrisvar og þar af leiðandi treysti því að hann hleypi þeim ekki aftur. Takk. Takk fyrir Guðmundur Ingþór Guðjónsson og takk fyrir þessa áminningu fundarsköp. Orðið laust og bæjarfulltrúi Kristinn Hallur Sveinsson fær orðið, gjörðu svo vel. Forseti, og getur bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða.
Mér langar bara að koma upp og þakka forseta fyrir útskýringarnar áðan á því verklagi sem fyrir liggur og varðandi hvað við erum að samþykkja og ferlið núna. Bara mjög góða skýringar á því. Þannig að það er mjög fínt. Svo langaði mig líka að svekti mig aðeins áðan í ræðu bæjarfulltrúa Jens Brandssonar. Hann talaði nýja meirihlutann. Gaf það í skyn að við varum gamli með meirihlutin. Það er svolítið vegið að manni, maður er bara 53 ára. En takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Kristinn Artur Sveinsson. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo er ekki, þá bið ég þá sem að samþykkja þátttöku Akraneskaupstaðar í greiðslu þess hluta sem óskar eftir að falli á Akraneskaupstað vegna fyrirliggjandi verksamnings samtaka sveitarfélaga á Vesturlandi fyrir hönd sveitarfélagana á Vesturlandi við Miðháls SLF. Hlutur Akraneskaupstaðar er krónu 160.000 og gert ráð fyrir að útgjöldunum verið mætt af gildandi fjárheimildum bæjarstjórnar á deild 21.010. Þessi samþykkja þetta gjör svo ekki á merki. Það eru 8 atkvæði, ykkur á móti, 1 atkvæði á móti. Og tillagan er samþykkt. 13. fundarliður, og nú förum við yfir í þá fundarliði þar sem að við leggjum fram fundargerðir til kynningar. 13. fundarliður hefur málsnúmer 2603 2357 og hér er að ræða fundargerð bæjarráðs. Fund ráðsins númer 3621 og nú er ég að klaufast hérna á tölvunum minni. Nei. Já, sem framfór þann 26. mars síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð bæjarráðs. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs og telst þá fundargerðin framlögð. 14. fundarliður, málsnúmer 2603 2418. Þetta er fundur skipulags- og umhverfisráðs númer 349 sem framfór þann 30. mars síðastliðinn. Orðið er laust þessa fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það er fulltrúi Guðmundur Ingþór Guðjónsson, bara orðið, gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir ákveðnar líða. Þarna þessu fundi okkar ýmislegt rætt og hef ég svo sem lagt það í vana mína að renna svona létt yfir þetta hjá okkur. Undir fyrsta lið Akraborgin félagsaðstaða á Jaðarsbökkum þar sem Íþróttabandalagið óskar eftir að við tökum að okkur hönnun og teikningar, kostnað að gera teikningar og á breytingu á þessari aðstöðu þannig að þeir geti haft sína félagsaðstöðu söluvarning og þeirra leikir og viðburðir eru á svæðinu. Einnig undir þriðja lið þar sem hefur komið fram rætt útlit og á bragganum sem nú hýsir sem vörklass leigir á okkur. Þar sem við fjöllum frá því að mála þann rauða lit sem er komin á braggan á köflunum en jafnframt að komast inn á verðkönnun varðimálingunni á Vallarhúsinu og því sem þar er því að það er hlutur sem þarf að lappa aðeins upp á því að svæðið er orðið nokkuð glæsilegt þarna fyrir utan náttúrulega þakið á Akranesvöllin eins og við höfum rætt áður. Þarna er grasslátturinn útboðið
þar sem að Garlist var með hagstæðasta tilboðið. Einnig tókum við fyrir undir 7. lið breytinga á deiliskipulagi Akraneshöfn þar sem að við vorum búin að halda kynningafund sem var vel mætt á og ber að þakka íbúum fyrir áhugan og sem að mættu þarna og höldum við áfram þeirri vinnu þannig að það sé hægt að fara með það í auglýsingu. Einnig þarna inni Skagabraut 7 þar sem að er umsókn að breyta húsnæði og setjum við það í grenndarkynningu, jafnframt Bárugötu 15 þar sem að eru smávægilega breytingar þannig má orðið komast. Lækjaflói er mál sem er búið að koma fyrir hjá okkur hérna á fundi. Einnig undir 12. lið þar sem að Esjubrautin að þar færum við hámarkshraðan. Við höfðum áður samþykktan 40 km hámarkshraða en færum hann niður í 30 eins og merkin voru sett upp með, þannig að við erum svona að leiðrétta smá misskilning eða mistök hjá okkur hjá ráðinu /sviðinu sem að við tökum bara á okkur. En það er sem sagt komið yfir búið að auglýsa hérna verið þetta samþykkt eða engar athugasemdir að þetta farið þessi kafli sem að nú þegar er búið að setja hraðarhindranir og skilti yfir í 30. Annað var það ekki, forseti. Takk fyrir þessa yfirferð, bæjarfulltrúi Guðmundur Ingþór. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem kunna okkur að hlýða. Erum langað að koma hérna upp undir 2 málum, fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Kannski bara byrja á lið númer 4, varðandi leikskólamálin. Við þarna tókum þennan dagskrárlið saman með skóla- og frístundaráði út af fyrirhugaðri stækkun á Akraseli. Kannski bara hvatning sem var að taka áfram er bara að kynna það að við sem fara að stækka Akrasel. Það er ekki búið að gera neina frétt eða segja almennilega frá þessu. Þetta er komið í fundargerðir og það myndi alveg hjálpa okkar forstöðumönnum í stofnunum að vita af þessu svona formlega og vísa þó í þessa frétt til okkar þjónustu þega. Annars langar mig líka að koma upp undir dagskrá lið 12 sem er kannski ekki beinlínis út frá þessari umræðu en þetta tengist henni svo sem aðeins. Við settum niður þessa, hvað kallar maður þetta? Umferðarhindranir, ég veit ekki alveg hvað ég á að kalla þessa litlu svörtu og gulu hindranir sem voru settar á götuna sem er að mælast bara mjög vel fyrir. Þetta er eitthvað sem við ættum með tilliti til umferðaröryggis vísvegar þar sem er mögulegur hraðakstur þar sem við verðum að fara yfir hámarkshraða í götum þar sem er mikil gangandi umferð, börn og leik og svo framvegis að við ættum að horfa þess til þess að fjölga þessum úrræðum hjá okkur. Það var svona það sem ég vildi koma inn á því að það skiptir miklu máli í barnvænu samfélagi hjá okkur að við séum að tryggja þetta umferðaröryggi á fleiri stöðum. Takk. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Fleiri sem óska eftir að ræða fundargerð skipulags- og umhverfisráðs. Það eru ekki fleiri sem kveða sér hljóðs og þar með telst þessi fundargerð framlögð. Ef að bæjarfulltrúar gera ekki athugasemdir við þá ætla ég að taka fundarliði 16 og 17 í eina umræðu. Þetta eru sem sagt 2 fundargerðir skóla- og frístundaráðs sem eru í sitthvorum fundarliðinum.
Eitthvað sem gerir athugasemd við það? Nei, þá höfum við það þannig. 16. fundarliður hefur málsnúmer 2603. Já, afsakið. Ég hljóp yfir 15. fundarlið. Þá skulum við bakka aðeins, förum í fundarlið númer 15, 2603, 2024, 263. fundur velferðar- og mannréttindaráðs. Fundur sem framfór þann 24. mars síðastliðinn. Fundargerðin er hér lögð fram og orðið er laust hana. Það er enginn sem að kveður sér hljóðs. Þar með hefur fundargerð velferðar- og mannréttindaráðs verið lögð fram. Þá förum við í fundarliði 16 og 17. 16. fundarliður, málsnúmer 2603, 2044. Þetta er 281. fundur skóla- og frístundaráðs sem framfór þann 27. mars síðastliðinn. Og 17. fundarliður, málsnúmer 2603, 2698, 280. og annar fundur skóla- og frístundaráðs sem framfór þann 8. apríl síðastliðinn. Þessar tvær fundargerðir skóla- og frístundaráðs eru hér lagðar fram og orðið er laust þær. Bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir, gjörðu svo vel. Ágæti forseti og bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Ég langaði bara rétt að koma hér undir fundi númer 282. Þá var tekið til umfjöllunar barnvænt sveitafélag og það er bara komið að næsta hring í þeirri vinnu til að við getum haldið áfram að hampa okkur sem barnvænt sveitafélag og mér finnst það bara jákvætt að og bara allir tilbúnir í þá vinnu aftur sem er bara afskaplega ánægjulegt. Einnig langaði mig að nefna erindi á bæjarstjórnarfundi unga fólksins sem hún Eva Júlíanna fór með. Það var tekið til umfjöllunar hjá okkur á fundi og en langaði bara að fá að lesa með leyfi forseta bókunina og bara hvetja okkur til áfram til verka með þetta erindi, en skóla- og frístundaráð tekur jákvætt í erindið og er áfram að ungmennasjóður verði að veruleika. Þannig að sviðsstjóra var falið að vinna á málið áfram í samstarfi við ungmennaráð. En var að ræða mjög metnaðarfullt erindi og það sem að Eva talar að við ættum að koma á fót ungmennasjóð og og þetta var mjög vel unnið og bara vel raunhæft að láta þetta verða að veruleika. Þannig að ég bara hvet okkur til þess að skoða þetta vel og vandlega. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Jónína Margrét Sigmundsdóttir og næsta mælendaskrá er bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstad. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem ákveða. Ég er hún þurr í hálsunum eftir að hafa setið svona lengi og þagað þannig bæjarstjórnarfund, loksins að koma upp. Mig langaði til þess að koma upp undir fundargerð númer 281 og það er mál númer 6, beiðni endurskoðun samninga, golfklúbburinn Leynir. Þar kemur fram að þetta hafi verið sameiginlegur dagskrárliður skóla- og frístundaráðs og svo bæjarráðs með golfklúbbnum Leyni. Þetta var
mjög góður fundur sem við áttum hann sameiginlega. Þar sem að framkvæmdastjóri, formaður og varaformaður golfklúbbsins komu til okkar og fóru yfir ýmis málefni sem sneru að samskiptum golfklúbbsins við Akraneskaupstað og þar á meðal eins og stendur í þessari bókun varðandi stækkun á vellinum. Eitt sem að mér langar svona til þess að fyrir að fyrsta kannski að koma inn á. Ég tel að bókunin sem inni síðan ekki alveg rétt. Það við náttúrulega skóla og frístundar við lýstum við vilja. Bæjarráð heyrðist mér gera slíkt hið sama en að mér vitandi hefur ekki farið aftur inn í bæjarráð og það verið formlega afgreitt þaðan. Þannig að það kannski mætti skýra þetta. Svo það annað, í ljósi þess staðsetningu á téðum golfvelli og langar mig svolítið til þess að varpa einu fram. Golfvöllurinn liggur hér á vaxtarmörkum tveggja sveitarfélaga. Tveggja sveitarfélaga sem að hafa átt í smá styrðum samskiptum í þó nokkurn tíma og maður heyrir svona skiptar skoðanir hvort að hvernig samskiptin eiga að vera, hvernig sambandið eiga að vera, hvernig samstarf, samtal og annað. Ég mikil samvinnu manneskja í eðli mínu og ég sé eintóm tækifæri í því að því hvernig við getum horft á þetta verkefni. Í þessari bókun þá kemur fram með leyfi forseta sviðsstjóra skipulags- og umhverfissviðs falið í samráði við skipulags- og umhverfisráð að skipa vinnuhóp verkefnið. Í vinnuhópnum eigi sæti fulltrúi frá skipulags- og umhverfissviði, fulltrúi frá Leyni, hönnuður fyrir hönd Akraneskaupstaðar og hönnuður golfklúbbsins Leynis. Og hlutverk hópsins að móta og skila hugmyndum og tillögum að áfangaskiptir framtíðarstækkun golfvallarins. Þetta í sjálfu sér mjög flott og góð bókun. Ég tel hins vegar að við séum að byrja á öfugmenda. Ég myndi vilja aðeins staldra við og hugsa hvernig viljum við fara af stað í þetta verkefni. Og það að segja ekki það að ég vil ekki fara af stað í það, heldur tel ég að við ættum að setjast niður með fulltrúum Hvalfjarðarsveitar og ræða aðeins málin. Sjá þau einhver tækifæri í því að sameinast okkur í einhverju svona verkefni. Við erum með, eins og ég sagði áður, við erum með vaxtarmörk tveggja sveitarfélaga. Við erum með lítið þéttbýli sem Hvalfjarðarsveit með, akkurat þarna í túnfætinum. Við vitum af því, það eru íbúar sem hafa keypt sér húsnæði þar, gagngert til þess að vera nálægt golfvellinum okkar. Og ekki bara golfvellinum heldur líka þeirri þjónustu sem við veitum á Akranesi. Hvort sem að okkur líkar betur að verð. Það nú bara þannig. Í staðinn fyrir að þrátta og þrúka stanslaust sameiningu hvort og hvenær við eigum að sameinast og gera ekkert nema að byggja veggi milli okkar, þá fyndist mér allt í lagi við myndum setjast aðeins niður og ræða hvernig sjáum við þetta svæði, því að hvort sem við færum sveitarfélagamörkin til eða frá, þá verður þetta alltaf svæði hér á þessum landamerkjum. Þetta svæði sem tilvalið útivistar og útivistarsvæði fyrir bæði sveitarfélög og kemur bæði okkur og þeim að góðum notum. Þannig að svona áður en við byrjum að skipa vinnuhóp, ef ekki þá setjast aðeins niður og bara taka samtalið. Við höfum, eins og við öll vitum, við höfum byggt upp samstarf við Hvalfjarðarsveit á mörgum sviðum, slökkviliði, þjónustu við eldri borgara, tónlistarskóla og nú síðast bókasafnið. Það samstarf hefur yfir höfuð gengið vel og sýnir að þegar við vinnum saman, þá náum við fram betri niðurstöðu. Og kannski þetta bara akkurat tækifæri til þess að taka næsta skref. Rétta fram hönd, bjóða fram samtal og kanna hvort sé vilji til þess að skoða og hugsa þetta svæði sameiginlega sem útvistar og verðmætasköpunarsvæði fyrir bæði sveitarfélög. Því það, ef við förum sameiginlega í einhvers konar svona uppbyggingu, þá getur það ekki orðin til neins annars en að auka verðmæti
húsnæðis íbúa í hverfi Hvalfjarðarsveitar rétt hér handan við landamerkin okkar. Já, þannig að þetta svona það sem að ég hefði viljað svona aðeins kannski við myndum skoða áður en við förum lengra. En ég held að þetta gæti verið okkur öllum til góða, báðum sveitarfélögum. Við höfum séð þetta með eins og ég ræddi hérna áðan varðandi slökkvilið, þjónustu við eldri borgara og allt það sem ég taldi upp, en líka með byggingu reiðhallar að Hvalfjarðarsveit styrkti það verkefni og það sem eru margir íbúar Hvalfjarðarsveitar sem eru meðlimir í hestamannafélaginu og ég sé ekki neitt því til fyrirstöðu en að við getum skoðað þetta mál á svipuðum nótum. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað og næsta málendaskrá bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, aðrir sem okkur hlýða. Ég ætla að bregðast aðeins við hér í þessu máli en það er rétt eins og kemur fram í máli bæjarfulltrúa Líf Ásu Skarstað með bókunina að málið hefur ekki komið síðan að þessi fundur fór fram með við sátum þennan fundur undir þessum lið en það verður nú á 50 sem að sá fundur fer fram og málið er tekið fyrir. Bæjarfulltrúin kemur einnig inn á tímasetningu á þessum vinnuhóp, hvort að það sé tíminn og nefnir þá mögulegt samtal við Hvalfjarðarsveit og ég er svo sem ekki mótfallin því að þetta samtal sé tekið. En ég held að vinnuhópurinn gæti verið vettvangurinn til þess að hann horfi þarna á þetta því að þetta er líka spurning hvað við viljum gera og við ræðum eðlilega þetta í sömu setningum og við erum að horfa í agrarkvótið yfir höfuð vegna þess að auðvitað þurfum við að horfa á skipulagi samhliða svo við lendum ekki í því að skipuleggja golfvelli með þeim hætti að við einhvern veginn lokum á okkur innkeyslur eða útkeyslur eða aðkomu að agrarkvótinu að sjálfsögðu þarf þetta að fara saman. Mér finnst þetta samt líka svolítið snúast bara pólitískan vilja og hvernig við sjáum fyrir okkur kannski segla agrarkvots landsins í framtíðinni sem ég held að á nokkurs vafa fari vel með 27 hólum og útivistarsvæði. Og ég held að það verði sölupunkturinn fyrir agrarkvoti og ég held að það er okkar hlutverk sem pólitíkin, sem kjörnir fulltrúar, að segja að þetta er það sem við viljum og svona sjáum við fyrir okkur hlutinni verði og við vinnum okkur þá síðan í kringum það. Það sé eitthvað vilji og ég er alveg viss að það verður eftir einhver tíma ef og þegar verður það líka sölupunkturinn fyrir hverfið. Ég er alveg viss það. Og við höfum séð á spil og teikningar það sem verið að horfa í stækkun með mjög skemmtilegu útivistarsvæði af því að þó að það sé kannski ekki mikið við hér, þá er mjög skemmtilegt að sjá í öðrum sveitarfélögum hversu vel í rauninni bara gönguleiðir og svona almennar útivistarsvæði þessi golfvellir geta verið. Þannig að ég veit að það er mikill vilji til þess að horfa á það saman að við stækkun sem auðvitað er líka framtíðarverkefni, stækkum ekki golfvöll á allt hægt kannski en það er ekki kannski það sem við erum að horfa til að þetta sé í rauninni einhver hópur sem hefur verkefni fram í tíman en það sem ég kannski að segja, ég held að vinnuhópurinn sé á góðum tíma núna í rauninni, það er mín skoðun. Takk fyrir. Takk fyrir, bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir. Fleiri sem velja, bæjarfulltrúi Líf Ása Skarstað. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarstjóri, bæjarfulltrúar og aðrir sem okkur hlýða. Ég kem hér upp undir sama máli. Bara svara því sem nafna mín bæjarfulltrúi Líf Lárusdóttir kemur hér inn á. Ég vil kannski árétta það, ég er alls ekki á móti stækkun golfvallarins og til alveg að við ættum að fara í það og ég er fyllilega sammála því að þetta verði mikill segull
fyrir, og ég hef sjálf hér bara mjög oft talað fyrir því og sagt að það eru lóðir sem að við vonandi náum að skipuleggja í náinni framtíð í Akurkotsslandi, að þær verði verðmætustu lóðir sem við eigum með þetta að leiðarljósi, að þær eru nálægt golfvellinum. Þar er ég alveg hjartanlega sammála. Ég er einungis að benda á að leggja til, skulum orða þannig, að við eigum eilítið samtal við Hvalfjarðarsveit í leiðinni, því þetta eru hagsmunir okkar beggja. Hvort sem að við erum að ræða tilfærslu, þarna var ég til dæmis ekkert að ræða tilfærslu sveitarfélagamarka eða neitt. Ég bara tel að við getum tekið þetta samtal saman og séð hvernig við getum horft á þetta í samhengu. Það var tilgangur með því sem ég var að segja hér áðan. Og enn og aftur styð þær breytingar á golfvöllum sem hafa verið komnar, sem við höfum rætt hér áður, finnst þær alveg mjög góðar og þær komið til með að nýtast ekki bara golfvöllum, heldur öllum íbúum Akraness, bæði nú og svo í náinni framtíð. Takk. Takk fyrir bæjarfulltrúi Líf Ási Skarðstað og næst á mælendaskrá bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir. Gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og aðrir sem eru mögulega enn að hlusta á okkur. Heyriði, mig langar aðeins að koma hingað upp og ræða hið sama mál, dagskrárlið númer 6, í fundargerð frá númer 281, kæri fundarritari. Bæjarstjóri, ég er svona aðeins búin að vera að skoða þetta mál, bara svona aðeins í fundargerðum hjá okkur núna síðustu mánuði. Og ég er svona aðeins að spá hvort við séum ykkur smá stjórnsýslu óreiðu með þetta mál. Það er búið að flandra svolítið á milli ráða hjá okkur og kannski núna í nýjustu vendingum sem er frá 27. mars rétt fyrir páska, að þá er fundur bæjarráðs og skóla- og frístundaráðs þar sem skipulags- og umhverfisráð fær ekki boða. Og þetta mál er líka með 2 málsnúmer sem annars vegar beiðni endurskoðun samninga og málið sem er fyrir skóla og frí er ekkert beiðni endurskoðun samninga. Málin sem hafa verið á dagskrá hingað til heita þjóðarleikvangur í golfi, það heitir það. Og þar eru búin að bóka ýmislegt undir stækkun golfvallarins í kjölfar þeirra umræði. Ég er svona kannski velti fyrir mér að því að bókunin sem að bæjarfulltrúi Líf Ási Skarðstað las hérna upp áðan sem að skóla og frí bókar, hún snýr mikið að skipulags- og umhverfisráði og sviðinu sem starfar þar undir, en við erum ekki með í þessu samtali. Og stækkun golfvallar er pjúra, ekki í sletti aðeins, skipulagsmál. Það snýst breytingu á aðalskipulagi og deiliskipulagi, breytingu á landnotkun og þess háttar. Margt sem kemur þannig inn í, en ég fyrir með aðeins á svona smá óreiðu sem er að verða í stjórnsýslunni hjá okkur meðhöndlun á þessu máli. Bæjarfulltrúi Líf Ási Skarðstað kom líka inn á að þetta hefur verið mjög góður fundur og mjög gott samtal sem á sér stað og mér finnst ég fyrir verða fyrir svona missi að hafa ekki verið með í þessu samtali. Þannig að þannig ég veit ekki alveg hvernig við erum að snúa bökum saman, þannig getum komið þessu máli einhvern veginn á réttan stað. Að ég hugsa núna, ef að vinnuhópurinn fer á laggirnar, eins og við erum að ræða er það þá skóla- og frístundaráð sem ætlar að eiga þennan vinnuhóp? Eða er það skipulags- og umhverfisráð? Er þetta okkar sameiginlega verkefni? Þannig að þetta er alveg svona gott dæmi eitthvað sem fer svona á milli ráða, hinga og þanga stundum við erum saman, því að ráðin sem ég er í og skipulags- og umhverfisráð og skóla- og frí, við höfum hingað til átt mjög góða sameiginlega fundi málefni sem snúa að verkefnum beggja ráðana og sviðana. Þannig að ég var aðeins hissa þegar ég las þetta, því að mér fannst þetta svolítið svona eins og væri verið að ýta okkur til hliðar allt í einu. Það var kannski ekkit viljandi verk, en ég bara segi þetta svona eins og þetta er. Þannig ég er kannski hvet okkur Indriði til þess að aðeins að líta inn á við núna og sjá hvernig getum ýtt þessu máli þannig áfram að þetta sé samvinnuverkefni okkar, týnist ekki í ykkur óreiðu og sér í lagi að við erum að fá fulltrúa golfklúbbsins inn til okkar til þess að kynna fyrir mismunandi ráðum og nefndum og þeir þurfi þá líka að vita hverju þeirra tengilegir eru. Það var svona kannski sem ég hafði þetta að segja, en
kannski að lokum að við tókum þetta náttúrulega fyrir hjá okkur í janúar, þessa hugmyndir þjóðarleikvang og það var náttúrulega bara jákvæðar undirtektir í ráðinu í skipulags- og umhverfisráði það, þannig að ég persónulega er mjög hlynnt þessu verkefni, þetta er mjög eftirsóknarvert og yrði alveg til mikillar framfara í sveitarfélaginu okkar að gera þetta raunveruleika. Þannig að en aftur tökum mest til í óröðinni og finnum einhverja leiðir til þess að vinna þetta betur saman. Takk fyrir bæjarfulltrúi Sædís Alexía Sigurmundsdóttir fyrir þessa góðu ábendingu sem að á bara fullan rétt á sér og veit að verður tekin til greina. Eru fleiri sem óska eftir að ræða fundargerðir skóla- og frístundaráðs? Svo er ekki og þar með teljast fundargerðir ráðsins númer 281 og 282 framlagðar. Nú ætla ég að gera sömu tillögu með fundarliði 18 og 19 sem að báðir fjalla fundargerðir frá Orkuveitu Reykjavíkur, að við tökum eina umræðu þessa tvo fundarliði. Er eitthvað sem gerir athugasemd við það? Gerir engin athugasemd. Fundarliður 18, málsnúmer 26010493. Þetta er fundargerð frá stjórn Orkuveitu Reykjavíkur, númer 372, frá fundi sem framfór þann 15. desember 2025. Þetta er orðið ansi gamlir fundir hérna. Og 19. fundarliður, málsnúmer 2604, 2885, fundargerðir Orkuveitunar í janúar 2026 og þetta er 373. fundur stjórnar Orkuveitunar sem framfór þann 27. janúar síðastliðinn. Áður en ég gef orðið laust þá vil ég aðeins nefna eitt atriði, eitt fundalið sem að á sér þó stað í báðum fundargerðum, eins og þriðji fundaliður í báðum þessum fundargerðum, en á fyrri fundinum, fundur númer 372, þar er borin upp tillaga fyrirkomulag innri endurskoðunar og til að fara aðeins yfir forsöguna þá hefur það verið þannig nokkur ára skeið og er í rauninni arfur frá planinu svokallaða, frá því þegar að gert var plan endurreisn þessa fyrirtækis eftir fjármálahrunið 2008 að síðan þá hefur fyrirkomulag innri endurskoðunar Orkuveitunar verið með þeim hætti að það hefur verið innri endurskoðun Reykjavíkurborgar sem hefur séð innri endurskoðun Orkuveitunar og dótturfyrirtækja. Við og okkar fulltrúar í stjórn höfum, og ég þar með talinn, við höfum margsinnis gert athugasemd við þetta og við höfum talið þetta fyrirkomulag ekki nógu gott að einn eigandi fyrirtækisins, meiri hluta eigandinn Reykjavíkurborg, eigi í raun og veru innri endurskoðandann. Og við höfum frekar viljað hafa það þannig að innri endurskoðun væri ráðin sérstaklega til Orkuveitunar af stjórn Orkuveitunar. Þarna á fyrirfundinum í desember að þá er lögð fram tillaga sem að fjármálastjóri Orkuveitunar leggur fram og tillagan hljóðar svona: Stjórn Orkuveitunar samþykkir að fela forstjóra að undirbúa í samráði við stjórnarformann breytingu á fyrirkomulagi innri endurskoðunar fyrirtækisins með það fyrir augum að færa verkefnið til Orkuveitunar.
Á fundinum í desember var afgreiðslu þessara tillögu frestað til næsta fundar þar sem að stjórnarmenn vildu fá aðeins lengri tíma til að geta farið yfir málið og mynda sér skoðun. Og forstjóra var þá falið að framlengja samning við innri endurskoðun Reykjavíkurborgar til 6 mánaða. Þannig að, svona gefinn sá tími til þess að komast að niðurstöðu í þessu máli. Í seinni fundinu frá því í janúar, að þá tillagan lesin upp að nýju og lögð fram að nýju. Þar sem og tillagan óbreytt að forstjóra verði falið að undirbúa í samráði við stjórnarformann breytingu á fyrirkomulagi innri endurskoðunar með það fyrir augum að færa verkefni til Orkuveitunar og þá samþykkir stjórn að fela stjórnarformanni og forstjóra að greina þá valkosti sem í stöðunni varðandi fyrirkomulagi innri endurskoðunar. Allir sem að kunna á svona fundagerðir átta sig á því að það sem liggur þarna að baki það að stjórn Orkuveitunar ekki einhuga það að samþykkja þessa tillögu eins og hún lögð fram. Og stjórnarmenn, einstaka stjórnarmenn eru þarna að óska eftir því að fá að sjá aðra möguleika, einhvers konar milliveg eða eitthvað þess háttar. Ég fyrir mína parta hef stutt þessa tillögu frá því hún kom fram. Innri endurskoðun Reykjavíkurborgar störfum hlaðin. Það bara stórt verkefni að standa í innri endurskoðun fyrir Reykjavíkurborg og þó að hún væri ekki að sinna Orkuveitunni, þá væri hún samt störfum hlaðin. Orkuveita Reykjavíkur og dótturfyrirtæki hennar, þetta risastór samstæða sem veltir miklu fjármunum á hverju ári og það mín skoðun og við höfum margoft rætt það hér í bæjarstjórn og verið sammála það að svona stórt fyrirtæki þurfi að eiga sinn eigin innri endurskoðanda ráðinn af stjórn fyrirtækisins eingöngu til þess að sinna þessu verkefni innri endurskoðun Orkuveitu Reykjavíkur og samstæðunni. Þannig að þetta mál bara í vinnslu, það hafa komið fram á fundum síðan þetta var ýmsar leiðir, meðal annars tillaga það að ráðinn verði sérstaklega innri endurskoðandi sem að hafi svona eitthvert einu orði sem dettur í hug svona backup sem hafi svona stuðning af innri endurskoðun Reykjavíkurborgar, geti leitað þangað í einstaka verkefnum og náttúrulega sótt í þá reynslu sem að þar eftir að hafa sinnt þessu verkefni undanfarin ár sem að ekkert galin hugmynd en málið hefur ekki verið afgreitt ennþá í stjórn Orkuveitunnar en ég vona það og það tilfinning mín að það sé meirihluta vilji innan stjórnar að þessi leið verði farin að það verði ráðinn sérstakur innri endurskoðandi fyrir fyrirtækið og fyrir samstæðuna og hann verður ráðinn af stjórn fyrirtækisins. En þessu langaði mér svona að koma á framfæri úr þessum fundagerðum að mín tilfinning svo að það svona hillir undir það að það sem við höfum haldið fram í mörg ár að það verði að veruleika innan skamms tíma. Fleiri atriði ætla ég ekki að fara yfir í þessum fundagerðum og gefa orðið laust þessar fundagerðir stjórnar Orkuveitunnar. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þar með teljast þessar fundagerðir framlagðar. Fundaliðir 20 og 21
Þar erum við með 2 fundargerðir frá stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga og ef enginn gerir athugasemd þá tökum við þær saman í eina umræðu. Engin athugasemd við það. Fundarliður 20, málsnúmer 2602-1290, fundargerðir í mars 2026 frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og hér er lögð fram fundargerð 995. fundar stjórnarsambandsins frá 10. mars síðastliðnum. Fundarliður 21, málsnúmer 2602-1290, fundargerðir fundargerðir frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og þetta er 997. fundur stjórnarsambandsins sem framfór þann 20. mars síðastliðinn. Þessar 2 fundargerðir stjórnarsambandsins eru hér lagðar fram til umræðu og orðið laust þær. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, þar með eru þær útræddar og síðasti fundarliður, 22. Fundarliður, málsnúmer 2602-1645, fundargerðir frá Heilbrigðiseftirliti Vesturlands. Hér er lögð fram 201. fundargerð Heilbrigðisnefndar Vesturlands frá fundi sem framfór þann 23. mars síðastliðinn. Orðið laust þessa fundargerð Heilbrigðisnefndar. Það er enginn sem óskar eftir að ræða hana og þar með helst hún framlögð. Fleira er ekki að dagskrá þessa fundar. Ég vil þakka bæjarfulltrúum fyrir góðar umræður og sérstaklega fyrir góðar ábendingar sem við höfum fengið svona meðferð og framgang ýmissa mála. Þannig að við förum vel nestuð út af þessu fundi og sönnum það að jafnvel eftir 4 ár í bæjarstjórn og þá er ennþá alltaf hægt að gera betur. Ég segi þessum fundi slitið.